Fimmtudagur í kvöld og þið eru að horfa á bestu útsendingu á landinu og við ætlum að sýna frá geggjum leik sem KPJ á móti Dusty. Það verður æsispennandi leikur, við erum búin að sjá KPJ ekki standa sig svo vel í seríunni eða senunni hingað til, en sjáum hvort þeir geti bánsað tilbaka og kannski tekið Dusty eins og þeir eru vanir að gera. Leo, sæll og blessaður, við erum að fara að sjá góðan leik í kvöld, er það rétt hjá mér eða ekki? Já, ég meina, tala um að bánsa tilbaka, þá gerðu þið það svona hluta til í senastu viku, þá tóku þeir út SUS sem voru bara rétt í þessu á þriðjudaginn að slá út sögu. Eða slá út sig, taka seríu af þeim, en ég meina, það er huge. Við erum að tala um að Saga var, hvort þeir hafa verið fjórða, held ég fyrir neðan SUS núna, en SUS einhvern veginn nær að tryggja sér held ég sjötta eða áttunda stíði sitt. Man er ekki sjötta stíði sitt, en já, einmitt, SUS verandi læðsta sítið og er bara búin að sýna fram á það að þeir eru komnir til að vera og eiga það bara skilið. Algjörlega, ég meina þeir eru búin að slá út gólið og þeir eru búin að taka mig upp af toppliðunum og þannig að það er alveg erfitt eitthvað að vera í dag að ætla að halda því fram að þeir eigi ekki að vera hérna. Þeir eru bara með niðurstöðuna bak við sig og þeir eru geggjaðar, þannig að SUS nýju ungu drengirnir er bara gott klappskilið fyrir þeir frábæran árangur í ár og vonandi ná þeir ennþá lengra. Já, ég hlakka allavega til að sjá mikið af þeim. Ég hef ekki fengið að sjá marga leiki með þeim, en ég verð að sjá bara hvað sem þeir eru að gera sem er að skila svona miklu sig. Ég held að þeir séu búnir allavega með þessum leik á þriðjudaginn að þeir eru búin að tryggja sér inn í áttaliða. Ég held það. Já, áttaliða, sexliða. Ég held þessu öryggir. Er þetta sexliða? Býtu, hvernig... ég man ekki, ég þarf að sjá stöðjatöfluna til að muna þetta. Við sjáum stöðjatöfluna eftir spá. En einhverju sem að kannski eiga verðna en er ekki búin að sýna sig, það er KPJ. Algjörlega, þeir eru búin að vera svolítið svona lackluster í deildinni hingað til en voru virkilega flottir á móti SUS hins vegar. Þannig að það er klárt dæmi að þeir eru ennþá með gæðin en þurfa svona held ég hvort þeir eitthvað tempo-based eða kannski eru þeir bara svona endur á tímabilina aðeins að ná sér í gang. Við höfum séð þetta áður gerast, þannig að spurning hvort þeir eru núna komnir til að sigra. Ég fór að hugsa hvort þetta gæti verið eitthvað svona að þeir kannski, ég hugsaði Dusty, verandi lið sem að þeir hafa margoft keppt á móti, að þetta væri kannski lið sem er líður bara betur í kringum eða á móti. Alveg klálega, þeir þekkja þetta lið. Þeir hafa spilað á mótið þeim áður en það vissulega gengur báðaráttir. Dusty þekkir þá líka. Edison náttúrulega líklegast bara frábæra akkurat gegn svona liði líka. Óli Ofurkur hefur spilað á mótið þessu strákum oft áður. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta line-up massar gegn hver öðrum sko. Já. Og Dusty, ég er nokkuð vissum að við séum bara með alla leikmenn á borði. Við sjáum það á eftir þegar við förum yfir liðin, þegar við getum það. Já, ég meina Dusty hefur ekki efni á að tapa mappi, tapa annari seríu af því annars lenda þeir þá bara í öðru sæti af því Vega á öllum líkindum ef þeir vinna næsta leik eru búin að tryggja sig þá inn í fyrsta sæti. Þannig að þeir eru alltaf að fara að mæta held ég bara í dag með öflugasta liðið sitt og reyna að taka toppsæti þá í næstu viku gegn Vega. Og KPJ verandi bara nálægt í að vera slegnir út úr þessu að þeir eru kannski frekar að hugsa svona skemmir svolítið fyrir Dusty. Algjörlega, bara gott að fá kannski bara upp stigatöfluna þá getum við séð hvaða lið eru svona í fallbaráttunni núna og sem þetta er alveg 3 lið. Ía gæti faktíst núna, unnu sem fyrsta leik núna daginn á móti Hyper og sem er ekki það sem Hyper væntanlega vildi en þannig að allavega í það minnst þetta fyrir væntanlega í þá 6 liða bracket þar sem að lið 3, 4, 5 og 6 mætast og Vega með við ef þetta helst þá myndi Vega og Dusty fara bara beint í undanúrslitin. En já, þannig ef Ía nær að vinna 1 leik í viðbót þá mögulega ná þeir einhverju svona líflínu að í það minnst þá vilja er væntanlega frekar vera í 7. bara upp á það að falla ekki bara beint niður af því 8. sæti þetta beint út, 7. spilar upp á hvort þeir falli eða ekki. Akkurat. Og þeir eiga alveg heim að gera það. Þeir þurfa kannski svolítið að vonast þess að KPJ gangi illa í kvöld líka. Algjörlega. Þetta er í rauninni þeim í hæginn bara öll þessi lið ekkert að fara að standa sér rosalega vel. Ef að þeir enda öll í 4
þá var þetta bara innbyrðis á milli og IA með innbyrðis á Hyper til dæmis, þannig að reyndar verður þetta svolítið mikið mest þegar þú ert með 4 lið og þeir væru öll í 4, þá væri þetta orðið alveg, þú veist, svolítið þessi vann þennan en þessi vann hinn, þá öllu líkindum hvort þetta fari bara í roundiff eða eitthvað svoleiðis at that point, sko, er ég ekki viss. Hyper unnu Dusty, IA unnu Hyper sem þýðir að IA basically hafa unnu Dusty. Eiginlega, og ferðu út í þetta hanni. En tablan bara búin að vera að halda svona nokkurn veginn. Í rauninni, Hyper droppar hérna niður örlítið og annars er þetta búið að vera, þú veist, í á botninum KP og þarna í 7. Vega Dusty Sus eru búin að halda þessu, þannig að þetta er búin að vera svona kannski örlítil hreyfing hérna á milli, en Við vorum held í síðustu viku þá voru með 4 lið sem voru með öll 4 stig, voru þar litið jöfn og IA var reyndar með 0 stig, KPO sennilega voru með 0 stig líka, nei, afsakið 2 stig, en ná krækja sér hérna í 2 viðbót í seinustu viku og vilja væntanlega 2, þá eru þeir held ég bara búnir að tryggja sig örugglega inn í 6 liða þeir ná að vinna 1 leik viðbót, þeir hafa þá þennan leik og næstu viku, en þú veist, ég held að sé allir núna að reyna bara akkurat ná í stíðin, það er komin alvöru hit í þetta og þetta er svona jaft í töflunni og eru allir bara full focus, sko. Kæmur ekkert óvart, öll liður bara að drilla og reyna bara að halda lífi. Spýti í lóna svolítið. Algjörlega, að því þú veist, þessi bottom 4 eru bara svolítið öll í einhverju hættu að falla. Einmitt. Þannig að þeir þurfa að eiga góð performances hérna í lokin bara til að tryggja það. En þá er kannski bara spurning hvort við getum bara fengið lið, ekki fá bara KBO til að byrja með. Fáum KBO til að byrja með, út af því að þeir þurfa að vera með alla sína leikmenn á borði til þess og þeir eru vissulega með það. Já, og hérna ég fór svolítið yfir flottu Excel-skjalið sem okkar maður Danni er búinn að vera að græja og þarna sá maður að Rodríguez, það fer ekkert á milli mála að það vantar eitthvað hjá honum. Ég er búinn að sjá það. Starfstendir hafa ekki verið frábærir. Nei. Ég held að hann sé örugglega lægstur í KPO. Ég held að sé rétt við þér. En hann hefur hins vegar áttalega ágætið sirpur hérna á milli eins og í seinustu viku. Þannig að spurning hvort hann er að halda þessu momentumi og vonandi bara í lokin og eitthvað aðeins að rífa sig í gang og tryggja kannski KBO sigur hérna í kvöld á móti Dusty, en þetta er rísabiti fyrir KBO að fá þetta lið á móti sér núna. Það er það og þetta er svona ofvirkur, ég meina þeir eiga sínu, þeir eru að skila sínu myndi ég segja, allavega nóg. Ég meina Edison, við vorum að fá bara statsana í dag þar sem Edison er bara með eitthvað galnasta entry-frag rating í deildinni. Ég held að hann sé bara hann og, var ekki hann og Rafle sem eru bara algjörlega á toppnum þegar kemur að þessum entry-fragum? Jú, voru á toppnum og Edison held ég var að skila, sko... Hvað var þetta, 29/30? Þetta var eitthvað mjög skrítið. Nei, þetta var 32 á móti 29 held ég. Já, en það þýðir að hann er að sækjast í svo mikið að entry-fragum. Það er líka hans hlutverk, hann er entry og verður að gera þetta til að tryggja KBO og eitthvað pínu svona svigrum til að anda, sko. Og ég meina þó að temptin geti klikkað, það þýðir ekki að þú ert alltaf með mann nummer 2 sem að kemur eftir. Það rífrækki kemur í kjölfarið, sko. Þannig að temptin að vera allavega að sækjast í þau, það er að skila þér þó að sjáast kannski endilega á pappír. En við erum líka með Rafle, einmitt, hinum megin, hann var með betri tölur, 37/29. Hann er vappinn, hann er ekkert entry-fragarinn. Nei, hann er góður að taka þessar línur í CT sérstaklega. Ég hef spilað á mótunum nokkuð oft og hann er lungin í að akkurat að ná early picks í CT sérstaklega. Þú ert kannski ekki endilega að sjá sama svona power frá honum í terr. Nei. En það kannski bara þarf ekkert. Þú ert með það upplugt lið á baki þér að þeir eru allir svolítið að deila þessu sín á milli. Það er engin einn í Dusty að mínum mati í terr sem er eitthvað umfram hína þegar kemur entries, þeir eru allir mjög öflugir þar, sko, geta bara deilt álæginu hverjir dag er að hitta, er svolítið dæmið, Tony kannski efstur einn daginn, síðan er það Peter og síðan er það Rafle og þannig þeir deila álæginu mjög jaft og þétt og keira, ég held að successi keiri bara svolítið á því að það er alltaf ykkur til að taka boltan hjá Dusty. Það er kannski það sem að vantar hjá KBO, einmitt, þú ert með þetta svona ofvirk, en þeir eru ekkert alltaf þessi risastóru serjur sem að getur komið alla leið yfir marklínuna. Þú ert með Solo Nonni og Rodríguez og Solo Nonni er bara þéttir spilarar og góðir en eru meira svona anchor base support típu, dæmi bak við Edison og Óla sem er allt í lagi. Það virkar í mörgum tilfellum ef að bara dýnamikil góð tímarsendingar réttar og utility er gott en þú veist
það miklu þægilegra að spila með line-up eins og Dusty, það sem þú getur gert það og allir eru bara að steamrolla, sko. Akkurat, þannig að það kannski það sem að vantar á KPJ þetta svona ofvirkur, við vitum að þeir mæta hvort að ofvirkur fái sína Massu Sirju eða Edison, en þeir verða allavega til staðar til að spila sínu. Þannig að þetta spilar svolítið mest á Solo Nono Rodríguez held ég í þessari. Já, þeir þurfa að skila sínu. Þetta er ekkit endilega kannski málum að þeir þurfa eitthvað 20-30 bomba eða eitthvað hannig. Bara skila sínu minimal 2 digits, fattaru 10, 12, 13, 14, eitthvað hannig og vona bara að Edison og Óli eru bara on fire í dag. Sem að kemur örugglega, já, bara pottið til staðar þegar við förum yfir í leikinu. Við kannski fáum Dusty upp til að, fyrst við erum búin að spjalla svolítið mikið þá, þar eru við með Rafli sem að er búin að vera sterkur leikmaður hjá þeim allavega hvað var að þessar tölur. Dabbi, flottur, bara geggjaður, hann er IGL, já, með það ekki? Eða svona, hefur verið að skiptast á milli með Rafli, er það ekki rétt í mér? Nú, einmitt, akkurat. Ég bara manna ekki. Það er erfitt. Þú voru að fara lengst aftur á baki. Já, ég man ekki að því mér líður eins og að þeir hafa eitthvað verið svona skiptaði á milli sín eitthvað þannig en ég bara er ekki, ég veit alltaf að það er ekki Tony. Nei, það sést alveg svona, hann er kannski ekki alveg típan til að vera Nei, ég myndi halda að væri örugglega Dabbi eða Pandas eða eitthvað svoleið skilur en þetta er hljómar samt svona eins og lið sem getur þannig sé alveg relegatað eitthvað kál sín á milli sko. Þetta er svona fólinni kindar skilur, það er ekkit endilega einhvern gæi. Tony allavega, hann er með flottustu ADR-tölu sem ég hef séð. Hann átti geggjaðan leik á móti Sús núna í seinustu viku, hann var hvort hann hefði verið með 28 kill eða eitthvað og svolítið kom þeim yfir allavega í, held að það hefði verið fyrsta mappinu. Já. Þannig að Tony er alltaf góður. Tony hefur verið svona arguably einn upplöðasti CS-spilarinn okkar til lengri tíma. Sérstaklega í CSGO, var hann bara alveg ekkert eðlilega flottur og þú veist CS2 þá var hann að koma tilbaka og átti smá svona sveiflur en verðist bara að koma bara í nokkuð gott ról í dag og í góðu liði. Hann er akkeri fyrir það á City hliðinu eða ekki? Hefur alltaf verið það, jú. Bara solid akkeri og góður líka terspilari. Bara svona jack of all trades spilari. Góður eiginlega í öllu og eiginlega ekkert lélugur í neinu. Einmitt. Þegar maður horfði yfir alla tölurnar hjá honum ADR, ég var bara, það var ekkert endilega crazy KDs en það hafa með geggja ADR. Og síðan er örugglega bara mest óþolandi spilarinn í liðinu Peter. Nú, ég hugsaði Pandas þegar þú sagði. Nei, Pandas er svolítið, hann er bara svolítið píler fyrir þetta lið. Hann gengur út að fara inn, fara hratt, gera plás, búið til ringulreið. Þannig að hitt liðið hafi þetta svigrúm til að finna entry en annar staðar eða taka eitthvað plás, skilur. Hann er svolítið bara Þetta er svolítið bara eins og naut. Þú bara sjáðu rautt skilur og hlauft áfram. Og hinn er bara svolítið fylgja eftir þessu tempói sem hann oft situr. En Peter hins vegar er svona arguably eitt svona gáfaðasti CS-spilarinn okkar í dag. Það er mjög erfitt að spila mót honum, hann er góður að lesa leikinn, hann er góður fragger, geggjaði klötscher, hann er, þú veist... Hann er líka alltaf rólegur. Já, og líka, þú veist, það sem ég teki eftir að þegar Peter er ekki í line-upinu, þá byrjar að sjá hluti hrynja hjá Dusty. Það er svoleiðis. Já, það voru einhver, ég man ekki eins og hvað seríu ég er að vitna í, en þá voru þeir án Peter og þeir höfðu verið bara gett dominant og þá bara, þeir voru í bullandi vandræðum. En Peter líka bara gerir svo mikið. Þú getur bara skilið hann eftir einhvers staðar bara einn og hann er að fara að tryggja það að þetta falli ekki auðveldlega og tefur og rotateið komin inn, hann kann að spila leikinn og að vera með hann í leikmann í liðinu er bara ótrúlega þægilegt. Og einn besti pistol player sem ég hef séð. Geggjaður, hann er bara frábær leikmaður, hvort hann sé ekki hæst ílagasti leikmaðurinn í liðin í dag. Hann var þeir eru ekkert alltof löngu með 3 á Íslandi eða 1 eða eitthvað, hann var bara mjög ofalega, hann var með 3.800 því ég skoðaði seinast, en það er eitthvað viku síðan sko. En já, allavega þá er þetta, ég býst ekkit við neinu slæmi frá Dusty allavega þetta, þeir hafa alltaf verið nokkur. Nei, þeir eru líka komnir í lokasprettinn sko. Ég veit að við erum alltaf að vitna aftur í hennan Hyper CS leik sem að fara á móti. Hyper er bara þannig lið, Hyper er svona lið sem að, og sérstaklega móti eins og Dusty og Vega og þannig, þeir vilja fá hættan early. Þeir nenni ekki að bíða, þeir fara bara svo kokki inn í leikinn og eru bara eitthvað, við erum að fara að labba yfir ykkur skilur. En sen er bara Hyper ekki vitlausir. Þeir eru bara eitthvað, þeir eru að fara að koma, við vitum hvað þeir eru að fara að gera og þeir eru bara ready. Og þannig taka þeir upp af þessum betri liðum af því þeir eru bara að spila rétt inn í þau. Talandi að vera ready, þá held ég að við séum ready fyrir vídeó. Við vitum að Dusty er að fara að mæta, það fer ekki milli mála. Algjörlega. En ertu með hugmynd á map ekki? Ég held að Dust 2 verður vitað. Það verður vitað og Dusty vil ekki spila það. Ancient verður örugglega vitað líka. Já, við erum örugglega að fara að sjá KBJ pick, mögulega overpass pick frá Dusty. Já. Og hvað þetta endar?
Sko, Dusty er búin að vera að leita eitthvað inn í Inf, en Ok. mér finnst þeir ekki hafa verið eitthvað geðvist samfærandi í Inf. Með það líka svolítið, þetta Það kemur ekkert óvart að KP og Inf og Dusty gæti gerst, sko. mitt. KBO banna Ancient, það snemma út. Og örgulega Dust 2 banna þegar, Já, á móti Óla þá eru flestir Já. eiginlega bara að banna það, sko. og líka Já, Dusty hafa verið að banna Dust 2 mest, held ég. já, þannig að við ættum að sjá KP og pikka Nuke núna. Nuke og þú segir Overpass, heldur það kom inn? Við þykir mjög líklegt að Dusty hafði að pikja Overpass síðana. Þannig að við fáum Nuke, en fáum við Overpass. Ég er 4 for 4. Það er 4 for 4 for 4. Við erum haldið þess áfram. Býttu, Erum við að fara að enda í Infinu? leifum hún að byttu, ok, það Ok. þurfti þá að enda í info, en hvor banna hvað? Ég held að þeir banna ekki Mirage KBJ. Nei. Ekki spyrja mig, þú Ge- ert sinniðin. Þeir vilja alveg fara í Mirage Dusty, veit ég. Þannig að gæti alveg verið að KBJ banni það. En þá núna bara spurning hvor mappið vilja ekki Inf? Ég ætla ekki sko Inf. Hann gískurinn, Ég- loka svar. Já. Næstu því, tæpur. Anubis, maður. Já, ég meina, þetta er bara solid pick, sko. Sko, að því Dusty var að taka svona tímabil þar sem þeir voru að pikka Inf og en mér fannst þeir aldrei eitthvað geðvist samfærið í því. Nei, Þannig að ég hugsa að þeir eru svolítið bara, næs, Anubis er komið inn og þá getum við bara burt með Inf. er það ekki líka kannski bara ástæða fyrir að þeir hafa ekki verið að eiga góða innferðuleiki bara út af því að fólk þarf ekki að mæta þeim með gunfights eins mikið. Það er bara Já, og- þetta er líka bara erfitt mapp þannig. Þú þarfst að vera með gott util og ert yfirleitt að spila mjög hægt og leiðilega í þannig mappi. Já, Það er svo mikið, one choke, fattar þú. einmitt. Middin það er bara smoke og BM-ein, smoke, skilur. Þetta Og þú ert já, bara að bíða og þú ert að bíða oft alveg bara í góða mínútu áður en þú ferði að gera eitthvað og það getur bara verið erfitt fyrir óþólumöli að spila þannig og þetta er ekkert allra þetta mapp. Nei, ég held að þetta sé örugglega bara grimmasta mappi þegar kemur að því að map control sé það sem skiptir máli. Þú sér Algjörlega. líka bara, þú veist, ef þú ert herri, þú þarft að ná banana til að hafa valmöguleikan á að Já, blöffa eitthvað. ef þú ert ekki með banana þá er þetta eiginlega bara vonlaus, sko. Em- Það er eiginlega svolítið staðan, þannig að við sjáum alltaf CT-an að vera með heavy banana control, bara að reyna að denæja þetta, að því leiður með botnin á banana þá náttúrulega, þú veist, ertu eiginlega með allt infóið. einmitt. Þá getur þú bara rótið þetta hinum yfir og ert ennþá með smoke, ef þið bara kerur banana, bara smoke. Og, Og- og þú hefur líka ennþá tíma til að kalla á róteti ef eitthvað gerist, skilju. Algjörlega, þannig að innferð allavega ekki henni, þannig að við fáum að sjá fyrsta mapp hérna Nuke og Dusty fær Terry því, þannig að, fyrir ekki, KBJ fær Terry því, Jú, KBO fær á móti hörku öflu það núgliði líka Dusty, þannig að Þetta verður bról til að byrja með og þessi liður ekkert feimina eða það var oft hist á þessu mappi væntalega. já, ég gerir Bæði ráð spila fyrir því, bæði liðið eru hrifin af Nuke og í rauninni ekkert eitt mapp fyrir Dusty sem er eitthvað hræðilegt fyrir það. Þeir eru bara Nei. með það stórt mappúl ég heldur séu comfortable eiginlega í öllum. Ég hef spilað á móti Dusty örgla í öllum aðstum mappum. Ég hef spilað á móti þeim í Ancient, Nuke, Overpass, Mirage, Inferno í rauninni, þú veist, reyndar ekki, jú og Anubis líka, hann að þú veist, ég bara man ekki hvort ég hef spilað á móti þeim í Dust. Örglega, þannig að Jafn erfiðir alls þar. já, þannig ég held að þeir jafn erfiðir alls þar. Það er ekkert eitthvað eina mapp sem að ég hef fundið á vera eitthvað svona lélegri en vanalega er Inf. Overpass finnst mér svona sko, just, ég veit þetta er ekkit nýjasta mappið í púlunni, mér finnst það samt vera svolítið svona snemma komið inn og sérstaklega eftir að Overpass fer út þá eru smókimikinn, þú veist, þetta er nýkomið CS2 þegar mappið droppar út og svo fer það svolítið snemma út Já, og á meðan að þetta mapp er úti þá fyrst eru allir leikmenn í heiminum og Íslandi bara að svona ná að stilla sig fyrir CS2 þú veist hversu mikilvægt er að núka þess að smóka og einmitt svona finna fleiri gimming. Mér finnst að það sé eitthvað svona sko uppskriftin af þessi mappi er nokkurn veginn búin að vera svo sama já, í frekar langan tíma. Við sáum á einhverju tímapunkti að þessi smókar hana koma þarna í byrjun sem fara þarna yfir og skoppa af lestateinunum. Sem byrjuðu þeir að molla það og þá fundur upp eitthvað instant smóka skilur en þú veist, teikin faktist hafa verið öll eins bara mollatunnur, smóka heaven eða þú veist A-executin hafa nokkurn veginn verið sami smókvekkurinn skilur, hann þetta er ekkit eitthvað, það er ekkit verið að finna upp hjólið endilega reglulega í þessu mappi, svipa bara eins og Mirage, þetta er bara sömu
smókarnir og sömu tekin eiginlega alltaf. Bara merkilegt að Mirage aldrei búið að vera tekið út. En map-kontróli, og það hefur líka heldur ekkit breyst. Þegar með map-kontróli það hefur verið þannig að CT-mennir hafa haft miklu fleira en eitt sjens til að taka slag og eiga sensorrótinu. Nú ertu með CT-spánið alla leið aftast fyrir ykkur, þú ert alltaf með öll sætin og þú getur farið svo framalega. Terrarnir, þetta er örugglega erfiðasta terramappið bara af þeim öllum, eða ekki? Með þeim allavega. Það er svona Nuke allavega, jú, ég myndi segja að Overpass getur verið það líka. Og síðan kannski Inf. Verður svona þessi 3 leiðilegustu termöppin. Allavega Við erum að tala um Mirage og Dust 2 eru relatively simple termöpp. Anubis eða líka og Anubis var bara gegnum tíðina bara termapp, alveg. Þú veist, við vorum að tala um bara 8-4 var bara eðlilegt í í Anubis og þannig að ára breytingarna gerast. Já, en þetta hefur svona alrænt verið nokkurn veginn svona, Nuke, Overpass og Inf sem hafa verið svona leiðilegustu termöppin, sko. Það eina mappið sem við förum ekki í kvöld, en við förum hins vegar í Nuke og Overpass og við erum bara tilbúin að stökka inn í leik núna. Nuke, hvernig fer þetta? Er það eitthvað prediction? Ég held að þetta verði 1-0 Dusty í Nuke, sko. 1-0 Dusty? Já, þeir eru... Hver fær hinn 12 rándin? Já, nei, þetta er þú veist, spáa mín fara fyrir þessi seríu er örugglega 2-0 fyrir Dusty. En ég er tilbúinn að KBO kom mér óvart. Ég er alveg, var mjög hrifinn af því. Ég vona það líka að þeir allavega gefa okkur sjó hérna í kvöld því að þrátt fyrir að vera lægstir á stigatöflunni þá er þetta mjög sterkt lið. 3. í sítinu en þeir ætla að byrja að fara hérna úti. Rodríguez komið framalega og Edison ásamt honum. Peter hins vegar búinn að finna einn en treytaður út af solo. Overkur keyrir yfir með restinni en Ravli snöggur að treyta þetta, þeir eru komnir niður, það er bara ekkert annað stöðinu, þeir eru ekki að fara upp núna, þeir ætla bara að gambla þetta, ég held að planti sig að fyrsta sem þeir eru að vonast eftir núna, Dabbi í smá vesni hérna. Þeir ekki að tengja þarna. Þetta þýðir að þeir, ég myndi segja, ég ætla að segja að þeir myndi fá planti en Solo er svolítið fastur hérna, hann þarf að krossa yfir, kemst yfir. Já, nær því, en eru þeir að vinna rondið, frekar? Já, hann fer í plantið, Óli væntanlega að leita ventgæðunum nær honum. Núna er þetta doable, Solo með Ravle og þá er þetta alltaf Pandas. Gera bara vel, þurfa í rauninni ekkert að kíkja, Solo kannski aðeins of aggressífur. Ekki ekki að Pandas en Solo góður að taka bara línuna beint í baki á honum, tekur hann út. Já, smá hrættur þarna þegar hann ákvað að taka fætinn fyrir eitthvað heldur en að tryggja þeim planti út af því hann gat alveg gert það og ennþá unni rándi. Algjörlega, það var svona, en kemst því raun upp með þetta og rándi vinst hérna KBO, næri hérna góði rándi, en við sjáum hins vegar að Dusty fer bara í forsi beint á móti. Það gæti hafa verið töfin að það hjá Óla, hann var ekki bara að tryggja vendi, hann var líka að tryggja að Dumbledore var ekki opið. Já. En já, þeir eru sáttir með þetta og þeir kaupa alveg niður. Lottar vissur á þeim, 2 AKs, 2 Makkar, Galil, en keypt á móti á Dusty, Scout, MP7. Ég er ennþá iffi með hana. Mér finnst hún bara ekki vera að skila, allavega ekki af það sem ég hef séð með hana. Nei, hún er svona aðeins betri midrange heldur en MP9, en ég er alveg samanlegaður, ég er hrifnar af MP9 en það er bara því ég spila hana meira. Já, ég er rauninni ekkert búin að taka hennan slag að læra á hana ennþá. Nei, menn þú ert ekki með nóg mikið data. Nei, ég held að það sé bara það. En hins vegar er ég ekkert búin að vera að sjá glóríur heldur frá öðrum leikmönnum. Nefnilega, sko. Mér finnst ég er alltaf að búast við ykkur svona, nú fæ ég að sjá hvernig á að nota hana en aldrei fæ ég neitt dæmi. Vonandi, já, kannski núna, Pandas og Ravli. Og hennan Avi smókana út og þetta er yfirvegað hjá KBO. Þeir eru fín í þessu spammi hérna en Solo ætlar hann að fara inn á þessu. Hann nær honum, nær öðrum. Góð entries frá Solo og þá er þetta Dabbi á rampinum. Peter væntanlega bara ennþá eitthvað á hreyfingu hérna. Hvort hann sé komið niður. Já, komin í gamli þar og þetta var gullfallegt flass en hann líka fer á svo góðum tíma Solo inn akkurat þegar Ravli er svona eiginlega að hlaða og bara snúa baki í þessu þannig að tímasendingin er ekki bara góð heldur geggjuð þegar hann nær að koma sér það djúpt að hann nær seinni manninum líka þannig að þetta gulltryggir fyrir á randið, plantið og þeir fara 5 lifandi í burtu.
geggja ránd hjá KBJ. Gerðu vel, byrja rándi hægt, reyna bara að fiska hvar þeir gætu verið og Solo í rauninni gerði mjög vel að elta hratt í bakið á raflega þarna, tekur 2 og það bara galopnar þetta ránd fyrir KBJ. Það var að telja kúlur. Algjörlega. Ánægði með þetta play for Solo, þetta var vel lesið í honum. Þeir ætla að fara með, allar hæðjarnar í þennan leik og ég held að fara aftur yfir það sem við sögum á borðinu árum við fórum inn í leik að ég held að KBJ líði vel á móti liðir svo Dusty, ekki út af því að þeir eru sterkari eða lélegri eða eitthvað svoleiðis, heldur bara út af því að þeir eru vanir þessum leikum. Já, þeir vita nokkurn veginn við hverjum þeir eru með að búa sko. Núna þetta bara spurning hver að fara að vinna fætið. Fer á betri dag í dag. Við erum að fara að mæta hérna þrýst ekki Pandas er að fara í gegn með flasti held ég. Já, vel gert þegar Rodríguez nær einu, nær 5, nei, Dabbi tekur hann, Solo nær að treytinu. Þeir vita væntanlega einhver hafi flassa fyrir þá, þannig að... Þeir eru búin að púsla því saman. Útsmokandi komnir, Peter og Seedspawn með skáttinn. Þetta getur hættilegt bara að neitt hérna. Sleppu frá henni sínst mér, hann reyndir að fara fram hjá Smoke sem horfa hann á mappinu en var ekki alveg búinn að feita í burtu. Ég veit ekki alveg hvernig KBJ vill enda þetta ránd og sínst þeir alltaf bara niður. Núna, þetta er hættulegt fyrir Óla en sleppur hérna með legg allavega. Tekur síðan sinn, kemst lifandi allavega, lifandi ásakið með bombuna líka. Já. Peter næstur af þessum mönnum. Þetta er upp. Þetta er að fara að enda uppi. Já, það ekki. Já, sínst það. Eittin í gula, taka móti þessu Tony. Nær einum. Tony nær öðrum. Ok, hann nær að halda sig lifandi. Næstuði með 3, Edison tekur hann hins vegar. Það voru þetta 2v2. Peter með skáttinn, nær hann að gera eitthvað. Erfitt að retake hérna með skáttinn en vonandi nær Rafli að gera eitthvað hérna. Býður bara eftir honum, það er líka bara einu stöðunni. Edison aldrei var búinn, Rafli er búinn að fá innbóði, heyri þetta, að þurft að hitta þessu. Stekkur niður, Peter er kominn í þetta, búinn að gambla þetta. Tæpur en hittir ekki þessum skotum. Nú er þetta mjög erfitt fyrir hann og kvikksvissar þarna eitthvað nær ekki. Dróðhæli staða fyrir hann en hann var tilbúinn að kommitta í þetta. Ég hata það ekki en... Líka bara og viðbrögð hjá Edison fljótur að snúa sig við og taka út Rafli sko. Þetta hefði getað enda frekar illa ef hann hefði verið tekinn þar. Þeir byrja á því að flassa Pandas inn í radio og það fer svona svolítið illa, hann svolítið blindur sjálfur en nær einum áður en hann er treytaður og þannig að þeir fara í slaginn en peningurinn þeirra, utility þeirra kannski ekki það besta en þeir eru með fullt kaup samt sem áður og sjá hvort að þeir nái að stöðva þetta núna af því að hægt og rólegur KBJ komni með 3 ránd og er að stefna í 4. með þessu momentumi og Rafli búinn að spotta núna í hotninu yes sir, bara sækir þetta hann er góður í akkurat þessu sko komin í heldur áfram opnunum sínum þetta er missir af Edison þarna sem er líklegast bara að koma beint í baki á honum búinn að spotta hann hérna og þetta sem gerir svo vel úr þessu hérna og kemur í línu sem að hann er bara ekki með höfuð af gott flass hérna, Dabbi hins vegar nær að snúa Nýva Chickle og reynir strax að færa sig, koma sér aðra stöðu Tony í spækinu og Virkur tekur 1, Pandas svarast í Pandas með 2 veit af Edison hérna í hell en hann að fá hins vegar 1 í baki vendinu Það er alltaf Edison núna og þeir vita hvar maðurinn var síðast. Hérna erfitt Steppar hérna, vita allir á hann núna, hann veit það. Hann ætla samt að reyna og ég kann að meta það heldur áfram að vera kokki hérna bara út frá þessu. En þeir ætla ekki að gefa hann neitt frýtt, sagði ég, áður en að Dabbi kemur bara í svingi hérna, bökkar hann, en hann fer í þetta. Edison er næstu búinn að gera gott úr þessu, en í erfiðri stöðu þarna og Pandas var alltaf tilbúinn að svinga á móti. Þannig að þeir sækja sitt fyrsta round núna og já, ég meina peningur er samt ekkert góður hjá Dusty. Nei, þeir í rauninni hafa þannig sé ekkert efni á að tapa roundi eins og staðinni núna. Tapa einu roundið þá eru þeir settir aftur í Ego, þannig að forspæ í rauninni. Þannig að KBJ eru bara
spennti fyrir þessu rándi og allt þetta ofvirkum með 5 kills silent kills myndi ég segja Já, ekki... Solo líka með góða byrjun, 6-2 Jú, mikið rétt þannig að þeir eru að fá support teimi á bakvissi sem að kannski fullir eru akkur verið með hérna KPJ í 3 rándum snemma er leikurinn byrjaðir en samt komin í gang dabbi á MP9 Navísmokkurinn komin í bíl kemur hérna nálagt allra hann í gegn Þetta geti að vera dýrkeip Þeir eru búnir að feika áður Þetta var svolítið djarft góð greinaðan að Tony nær einum Þeir ná að taka þetta tilbaka og raflega leysar hann bara í gegn Já, finnur hérna í gegn og Edison alltaf reyna að refsa þessu kemur plastið ekki nógu snemma Edison aðeins snöggur Edison alltaf bara að vera árásækjart núna spotta manninn, hann er að koma sér í burtun Gott reynd hjá Óla, hann er tilbúin í þetta tekur hann út, 3-2 núna Þeir eru á sama Nonni hins vegar ætla hann klíri spæk, gerir það ekki Já, vel gert hjá Pandas nær einum, nær 2, nær að 3 Sérðu hvernig Pandas bara skiptir pínulítið angul, pínulítið off-angul og kemur sér bara nýja stöðu og nær haus og strax eftir er bara ofvirkur núna 1. Hann mun komast niður með bombuna, hann getur svo plant, þetta er ekkert óraunhæft 1v2 en erfitt. Þetta var MP9 hann dabbi, þannig að það er ekkert frábær þessu færi gegn Óla. Já, gera vel, kíkja á sama tíma, taka hann. Einmitt. Óli í rauninni verður bara að koma sér hérna út, sko. En þarna... Ég er ekki hrifinn af, sko, þeir eru 3-2. Nonni bara, þú veist, röltir svolítið út gólfið. En það er ekki búin að klíra neitt á gólfinu. Nei. Hann klírar ekki spæk, svona að þessum tímapunkti bara allir snúa, förum allir saman. Spilum treyð. Eða þú veist, þú ert rándið þér eiginlega komið í hendurna einar, þú ert búin að gera allt sem þarf til að opna bara grúpa, tækja það saman. Þú þarft ekkit endilega að labba þarna út og tækja hennar slag. Nei, mitt. Ekki skilja hennar sprungur eftir. Nei, alls ekki. Og líka þá bara ef þú ætlar að labba inn á gólfi, gera það saman. Þú ert með 2 fyrir utan, verið þið þá nógu nálægt að þið getið treyta hann sem er inn á gólfinu. En svona solo rölt út í þessari tímasetningu er ekki best. Ekki æskilegt. Nei. Edison, tikluna, en... Tekin hann á Peter, gott skot. Já, og það er bara fellur hægt og rólega Solo og Nonni. Þetta er ólíklegt að þeir gera eitthvað í þessu. 1-2 kill kannski, jú, en Dusty ættu ekki að gefa þetta frá sér. Og ég held viti það líka bara. Þeir taka langt spartaða núna og eru með hans saman. Rafli líka í burtu, bara spammar eins og getur. Og veit hvað Nonni er og þeir bara hrúast að honum, pressa. Og hægt og rólega dabbi að koma en Tony lætur þetta duga, spammar ekki vegginn, það klárar hann og það er þrjú búnir að jafna þetta og sennilega bara að fara yfir það með þessu áframhaldi. Það er að vísu kaup. Já. En KPJ þurfa að breyta ykkur núna, er það að... Já, kannski vera bara aðeins þéttari. Það er svona kannski málið, þeir eru að gera allt rétt allavega í hinnum rándunum, þú veist, þeir voru inni í þeim rándum en bara svona lítilvæg mistök sem að ítir þetta í hinn áttina. Partnir er að vera svona kannski einir að reyna að taka rándi í sinna eigin hendur. Nei, en samt ágættis byrjun. Ég meina 3 rándi í Nuke 3-3 er ekkit hræðileg byrjun fyrir KPJ, sko. Þetta er bara... Alls ekki. Þegar það að halda þessi áfram og taka kannski 2-3 viðbót, þá bara eru þeir búin að setja ágætis pressu í að ná Dusty. Þeir allavega að stilla upp í eitthvað. Þeir taka timeout núna, KPJ, og það er með kaupinu, þannig að þeir eru með eitthvað plan framundan hvað það er. Kemur í ljós, en búinir að sprengja gluggana. Er það ekki bara gert í nánast hverju viðstu? Jú, bara svona leifa þeim að hafa augun með golfpoppinu ef það skildir alltaf koma. Haldaðum á tónum. Tony á golfinu, engin úti, þannig að þetta er sannlega bara inni pop. Þetta er inni pop. Kemur hérna inn. Alveg grípinn hérna. Vestuð með Pandas líka. Pandas tekin, Rafli í kattinu. Ná góðu molli, ná að isolata það fyrir plantið. Þetta er náttúrulega maðurinn án smóka. Algjör. Óþolandi. Ég hef lent í þessu oftar en einu sinni, sko. Mér finnst hann einhvern veginn alltaf pinpointa fullkomlega í gegnum smókuna. Hann er með frábær heyrnartól.
Ég fæ bara svona smá trauma response þegar ég sé þetta. Ég er ekki að segja neitt með þessu, En check PC. check in PC. Check in PC, check in piss. Þetta búið að vera flott rand hérna fyrir Dusty núna, 4 í röð. Við erum þess að fá smá tilfinningu fyrir taktinu sem KB var að koma með. Peter tekur Óla 4 á rampinum. Þeir lítur að fara að koma bara frekar hratt út. Kemur flashina. Dabbi tekur það. Baka strax niður, Já, ekki neitt frí. Og hann er fastur í hotinu og nær að spreyja yfir á 2, næstu því 3. En er sáttur með þetta, búinn að gera nóg. Og sérðu rótið Panda sem kom inn, gott skot hjá Edison. Mikilvægt skot. Já. Munum fór blandið. Rafleið komin í bak. Missa þarna Edison. Við hefum séð Nonna vinna svona ránd áður. Ok. Bomban er í miður deffi. Hann ætlar ekki eins og að kíkja. Nei. Peter tekur hann bara kjörður. Auðvitað. Hvað? Auðvitað. Ég heldur ekki hurðar hjá honum. Það... Já. Akkur er þá ekki bara verið að droppa honum vappa? Það er alveg ágætið spurning. Vappa og diglu og bara Já. go kill. Hann er lungin í þessum wallbangum sko. Og smókillum. Og öllu því sem svindlar eru góði líka. Nei. Örugglega ekki síðasta veggja killi hjá honum. Nei. Ég ætla að gera lítið statum á hérna. Ég ætla að skrifa. Hversu oft skýtur í gegnum skók eða... Hvað erum við komið með? 3 núna? Við erum komið með 3 núna ef við teljum með þessu 2 náðan. Peter. 3x. Þetta er sem komið hérna upp á þakið. Þeir eru ekki eins mikið að vinna Og með... við erum að fara í svona agrólínu hérna. Góð. Negla. Gott skot hjá Óla. Það er að opna þetta ránd, en þeir eru... Þetta er að fara að vera tímasetning. Já, vel gert. Edison tekur Pandas. Og Peter er bara að horfa hérna. Flokkast þetta í gegnum smókið? Jú, þetta er flott. Jú, við segjum það. En já, Peter, hann er bara einu skref á undan. Hann er ekki að hleypa neinstaðar inn. Nei. Þetta er kannski, KPJ ekki bara að gera sér þetta sjálfir? Þetta var... Ég meina, hugmyndin ekki hræðilega ef þetta virkar, en... Já, ég held að hafa ekki bara endilega verið að búast við öðrum þarna. Þú veist, ef þú ert að fara yfir bara svona standard hold, þá ertu svona, ok, kannski 1-2 úti, þeir eru með 2 pikkarna, hann er kannski ekki að búast í einum með kredit líka. Nei, einmitt. En það sem ég meina kannski frekar er að þeir voru ennþá 3 á móti 3 og kannski gert meira rand úr þessu en Dabbi. Nei, mér finnst akkur þetta vera svona smá gallinn við hvernig KB er að spila. Þeir keyra svo mikið á individual performance. Já, akkurat. Og þurfa oft þegar þeir eru búnir að ná þessum pikkum út af individual performance að fara þá í spilasilið. Tilbaka, akkurat. Já, þú veist, það er alltaf lægi að vera smá aggro í byrjun og hjóla í það og þú ert að ná þessum endri, en eftir það bara regroup og bara tactical, skilur við. Já, maður skilur þetta frá svona underperformance standpointið, þú finnst eins og þú þurfir að gera meira en það er kannski ekki alltaf svarið. Nei, það er líka bara peningin hjá Peter hérna. Hann er með 13k. Það er þetta rétt. Stór peningur þarna og nokkru vatnar. Já. En KB þurfa eiginlega að dinka hérna að Dabba. Hvort hann að viti það er pælingin. Já, vá. 12 HP. Niður. Þeir eru konið með svona... Gæti verið kannski svissi þessu bara út. Dusty er að spila rosalega heavy hérna út. Finkar á móti. Hann er... Já, Edison nær hérna með solo. Tony hins vegar komin í kampinn. Það er að 3! No way! Þetta er... Þú veist... Tony! Þú veist, gæðin í þessu liði er náttúrulega alveg galinn, sko. Hann á aldrei að komast upp með hann á 3 hérna en einhvern veginn galdrar hann það. Og sko, KPJ... Já, þeir eru á taugunum núna, sko. En þá myndi ég segja eiga að vinna þetta ránd vitandi að þeir hafa dinga Dabba í byrjun en samt núna 2 eftir og hann getur verið hvar sem er. Gott að vera með mollan hérna, hann er náða fyrir plantið og en þú veist, það er svo vont að vera báðið fyrir aftan sælu og þeir þurfa að horfa eiginlega á allt. Dabbi kemur hérna út. Hvort þeir fái infóið eða hvort að Dabbi nær einhverju undan en nei, þeir taka þetta ránd. Hjá KB og þú líka bara Edison þarna risastór nær einum fyrir hérna treytið í vippagæðin líka.
En Tony næstu bara búin að Vá. skemma þetta ránd fyrir KBJ. Eins góð byrjun á þetta var. Algjörlega. En þetta einhvern veginn búin að vera bara svona. KBJ gerir bara glóríur í byrjun og síðan bara kemur ykkur einn leikmaður frá Dusty bara ekki í dag. Nei, við erum líka með sterkar leikmenn, það er bara þannig. Það er bara þannig. En svo enda þeir á því að spila þetta svo vel saman til að loka á þessu. Þessu tilfelli að vísu er einn leikmaður hana eftir, en Tony, hann er í stöðu þar sem það er ekkert annað í stöðuna en að reyna einmitt að taka eins marga og geta því hann er ekkert að fara að hlaupa tilbaka aftur í hefur. Eddersen. Þú veist að Ralli komst upp með þetta repík. Peter fljótur að fylgja henni eftir. Kemur svo fyrir í djúpt inn í garðsið. Þetta er bara til að halda upp á línunni, en hann er tekinn út af það. Rodríguez nær honum, spottar hann. Dabbi bíða eftir að Peter spotti sig svo hann getur sagt honum til, en hittir annars ekki í gegnum smókinn þarna. Nú 3 eftir hjá KBJ og já, sko, núna, þetta er kannski svolítið testament að þið þurfið að vinna saman í þessu raundi til þess að sækja þetta á. Þegar þeir eru með 4 leikmenn hjá Dusty eftir, þeir eru ekkert með öll HP-un á sér, en hvar eru þeir? Þannig að ég held að þetta mun ekki vera individual performance. Þið þurfa að vinna saman núna. Nei, ég held að þetta sé bara rétt að playa solo, koma sér hérna upp og reyna að kannski samloka gólfi hérna saman. Kannski vera 2 með læti í vibba og sem kemur solo og clearar eða eitthvað þannig. En ég hef ágjörð að því að solo er fyrsta kontakt í hérna. Það geta hann ekki í smá gildru. Nei, ok. Mólinn kemur út. Jæja, þetta er bara lokað á þetta. Þurrkað. Já. Það að solo er með molla, en þá einmitt hefði þetta að gefa upp stöðuna sína og líka bara 3 á gólfinu, þannig að þetta er erfitt take. Dusty eru fljótir að einmitt bara svona. Ég er líka góður í að lesa hvað þetta er að fara að enda með upplýsingarnar sem eru til staðar, þannig að það getur verið líka mjög erfitt ef að undir eðlum kringumstæðum myndi ekkert endilega allir vera með þetta hold gegn þessu KBJ take, sko. En það er líka bara reynslan, skiljur. Ástæðinni fyrir að Dusty eru búin að vera svona dominantir náttúrulega. Þeir eru bara með helviti mikið í vopnabúrun. Já, það er bara understatement eiginlega. Rafli aftur, skiljur. Hann er bara að fara og taka þessi teik, sko. Hækka opnurinnar sínar. Já, bara og þú mátti eiginlega bara svolítið búast við þessu þegar þú ert að spila móti Rafli. Að hann er að fara í þessi aggro-pík og ná pikkunum og hann er bara Býttu hvar? Hann er bara kominn. Já, og hann gerir þetta svo vel. Hann repositionar og fyrir strax í aggro-línu annars staðar. Þannig að það flýst ekki við honum. Þetta minnir svolítið á gamla Simple eiginlega bara. Já, og líka bara, þú veist, Rafli má eiga það að mínu mati bara besti vappaspilarinn á Íslandi í dag. Okay. Hann er bara, þú veist, hann er bara búinn að vera að sýna það aftur og aftur hvað hann er góður í þessum pikkum. Og sérstaklega í CT. Það er helviti næst að vera með bara gæja sem er alltaf að ná þessum pikkum. En hérna komast þeir í gegnum hurðina. Loksins. Brösulega. Fantasins var, já, brösulega þarna í gegn. Nei, já, þetta var ekki snirtilegt hjá KBJ til að loka, en ég meina Rafli er náttúrulega búinn að gera þetta erfitt fyrir þá til að byrja með 2 opnanir þarna í byrjun og sikkur megin á mappinu. Já. Enda með 8 rounds og fara núna yfir í terra hliðina. Þetta er mappikið hjá KBJ, minni á það, og hingað til eru þeir örugglega ekki sáttir, en hvort þið geti transferað þetta. Nei, þetta fer eiginlega rosalega mikið eftir þessi pistolrondi, hvort við náum að sjá eitthvað svona momentum shift fyrir KBJ. Algjörlega. En Dusty líka bara mjög solid í terri í þessu mappi, þannig að þetta er ekkit frábær byrjunarniðurstaða fyrir KBJ. Nei, enga veginn. Hvernig þeir ætla að tækla þetta, það ætla að stefnir í að taka niður rampinn. Rafli búinn að finna enn eina opnununa. Nú eru bara að tella opnanir eftir að ég sá þetta start í morgun. Já, hann er að bæta vel í startunum sína allavega. Það er einum, allir kominir upp í kattið, fara í gólfi hérna. Hún er að koma sér tilbaka. Ok, og núna er þetta bara solo sem er niðri, eða var það, hvaðan hann er að koma núna. Já, Pandasins var bara að bíða eftir honum. Erfitt. Hvað þá í pislunni. En líka bara vera óþaldið þar sem hann er solo. Hann grunar bara að Panda sé þarna uppi, sko. Fær erfiðan slag hérna. Oh, no way! The timing. Geggja timing. Ég meina, þetta er ennþá 1 á móti 2. Man veit báða leikmenn núna, en þetta er rosalega erfitt. Þeir eru líka að spila bara bait and switch og Peter komið niður núna. Peter fær að heyra það.
tíminn mjög lár en enginn að sýna sér frítt, segi ég, en Tony svingar á Spila besta þetta fullkomlega, Já, vita bara algjörlega. hvernig er að taka svona slag, ekki gefa mikið, láta hann overcommitta niður og segja bara taka hann út í crossfærinu. Það var, fyndið sjónarinn frá Pandas, enginn í stegunum, ok, surprise, Já, komin þarna upp kallinn. Þetta getur einst erfitt, það er bara, ef maður lendir í svona timing momenti. Hittir hann í stegunum, standi kjur en samt, Já, það var ekki akkurat. þetta er akkjörið í stíðhónum nefnilega, þetta er ekki eins og í Valorant, það sem að þú ert alveg bara... Segir þetta eins og ég sé bara Valorant Ég veit hvað Ég held þú varst að hlusta, en þetta er alltaf töluvert meira akkjörið heldur en í Valorant. Er það þá bara, kannski með pisluna frekar heldur en riflana? Mér finnst þetta aldrei virka... Hann var náttúrulega alveg kjurr, sko, oftar en Jú, en Tony kemur hérna rætt út, gott skot hjá Pandas, prífæðir og fæðir kontaktinn. Eins og Lár, Edison, ekki að finna mikið, það er eitt komið niður til að taka mótið þeim. Nonni þarf að vera stór hérna fyrir liðið sitt. Dusty eru bara að kasta þeim á milli núna. Já. Og þetta sem erfitt þarna þurft að ná tveimum en gengur ekki og þetta endar núna á Nonna enn og aftur 1 á 2 af þessu ætti að geta fengið þetta kill en Peter hann gefur þetta ekki frýtt bakka bara strax smókar út líka og reynir að spamma hann hérna hittir ekki nærur sinu lokin þegar hann spraujar út komið með pistolinu 10 þarf að líta ansi vel út fyrir Dusty akkurat núna. Jú, mjög svo. Þetta er bara þeir halda þessu bara áfram. Já. Þetta er núna þurfum við að sjá okkur glóriur frá KBO þeir verða alltaf að snúa þessi eitthvað við. Ég allavega, sko, þeir eru farnir þeir eru með díklu núna en þetta er bara ekki að búa að vera að skila sér. Edison fyrir yfir í 5-7 frekar svissa díklun út rétt áður með þeir kerra rándið þannig að mögulega einhver hugmynd hjá honum en bara... Okay. Gott skot hjá Nonna, nær að opna. En ná, komið. Ok, gerir vel, nær að komast í burtu á lífi. Dökkar undir gatið. Kemur hinn með frá. Já, Pandas með 2 líka. Allt í einu. Solo. Rodríguez í skemmtlegri stöðu hérna. Já. Ekkert líklegt að hann verði nær einu skoti. Þeir vita á honum, vita í raun ekkert hvað Rodríguez. Solo að gera vel hérna. Spilar þetta á svo góðum tíma og nú allt í hennu 1 á móti 1. Það er spurning hvort hann hefði þurft að finna plantirinn. Nei, hinn. Þetta var felspili hjá Rodríguez að vera í þessari pósu allt henni, en það er spurning hvort hann hefði átt að, þú veist, hann er að planta hvort hann hefði átt að lappa út og klíra gólfið. Já, byrja á hinum. Eða þá, þú veist, byrja á honum og þá taka beint á næsta, sko, en... Það sést svona, sko, hann tekur skoti og svo droppar hann strax niður. Það er svolítið svona eins og hann sé að stilla sig upp fyrir að geta hlupið inn í gula eða kannski... Í rauninni eins og hann tók þetta, hann var þetta bara one and done staða, sko, sem er svolítið erfitt. En eins og það er vel staðsettur, en við erum að sjá Rodríguez akkurat hérna með 3-14, sko. Já, ég ætla að segja það... Og Nonni líka með 4-13. Þetta fer bara aftur í það sem við nefndum í byrjun. Þeir þurfa að vera til staðar til að geta tekið KBO í lína. Það dugar ekki að Ofvirkur og Edison séu á toppnum, það er ekki eins og við þeir. Solo, hann er að gera sitt, búinn að vera flottir. Já, hann er búinn að vera flottir í þessu leik, alveg klárlega. Ég er að hitta skotunum og taka góður á hvarranir. Þannig að lítið hægt að sitja út á Solo hérna. En það eru bara allir hjá Dusty að gera vel. Peter, Clear og hvert einasta hotn hérna. Vel gert hjá Rodríguez nær einum, nær öðrum. Nær að koma sér fyrir annar hotn. Það fer aftur í línu. Þetta er smá reynsluleysi. Já, þú veist að er einn hana, þú getur ekki labbað inn í þessa línu aftur. Þú þarft að gefa hana að fara aftar að því þú ákvæmst að reloada. Ef þú sleppir að reloadinu, þá getur það haldið línuna áfram en hann á að vita betur en að taka þetta. Það hefur kannski verið svona, nú fekk ég kill og einmitt ákveða að reyna að vera eitthvað hetja. En þeir eru samt svona konvertið rámt, ég meina í kjölfarið. En þú veist, svona litlir hlutir geta verið munurinn á því hvort þú ert að fara að vinna rándið að tapa því. Já. Af því þú veist þarna ef hann er búinn að ná entryinu, hann er búinn að opna, ef hann reloadar, ekkert að því, bakka í tröppurnar eða bakka í single og halda,
og þú ert með infoið, ef þeir keyra niður, bara tefja, rotate kemur inn og þú getur tekið rándið. En þú veist, hann líka lappar inn í línuna eins og hann sé ekki að búast við neinum öðrum, en þú veist, þú sást bara einhver lappi gegn, hvað er heldur á hinu síðu? Öllum líkindum líkur að spila rífragi, sko. Infoið ekki komið út og líka bara what if, þetta er svolítið þannig, þú ert með disadvantage með því að lappa í línuna aftur. Nei, en þetta er það sem Dusty gerir ógeðslega vel. Þeir vita þetta allt. Þeir hafa gert þetta, þú veist, þeir kunna þessa hluti, sko. Og þetta er oft munurinn á þessum tier 1, quote-unquote, íslensku spilarum og versus tier 2 og tier 3. Tekkur núna eru Dusty, þannig að þeir eiga enga veginn að vinna þetta ráð, þannig að við erum að segja KPI að öllu getur taka 2 rándir Pítur og Rafli 1-2 eftir en samt sem að þá held ég að þetta sé mjög óraunhæft. Möguleiki kannski á planti en ekki einu sinni það held ég. Nonni búinn að spotta og þeir eru með leikmenn beggja megin og ennþá 2 í heaveninu, það ekki rétt? Pítur hérna lár með bara tekku, gerir vel Rodríguez með reynum og Nonni tilbúinn að hjálpa. Þetta var alltaf að fara að gerast. Solo er búinn að vera svona nánast good for 2 í svolítinn tíma núna. Jú. Komur í 2014 og bara er mjög ánægður að sjá hann vera að sleppa upp í þessum leik. Það er bara geggjað að sjá. En er þetta ekki bara of seint núna? Það er alveg spurning. Þetta er alveg í einhverjum heimi er þetta doable gegn því að við fáum Nonna og Rodríguez inn í leikinn. Þá er þetta alveg hægt. Að því þú ert með það öfluga leikmenn hjá KBO sem geta stíðið upp, sko. Og verður að fá vappan í fyrsta skipti í kortinu. Algjörlega. Þannig að sjáum hvort að það getur skilja sig líka. Hann er með 9 kill en þetta er hans weapon of choice. Þetta er það sem við sjáum Pandas gera rosalega mikið líka að hlaupa og hoppa yfir veiktinn í vibban en Óli bara mættur til leiks. Frábært hold hjá KBO. Edison og Overkur samanhanda bara með mikilvæg kills og Overkur með 3 einmitt á vappanum og ég meina það getur verið helling að fá hann inn en líka er Rodríguez og Nonni ennþá lágir en farnir að sína eitthvað. Nonni spilandi aftast inn á B til að tryggja síðasta pistolrondið hjá Dusty en 7-11 staðan, það eru 4 rond sem aðskilja þá en Dusty eru núna búinir úr þessu double egoi sem þeir voru í, eða double kaupi en eru konum með almennlegt kaup núna segi ég einn á Galil en samt sem að þetta er kaup og þetta er það sem þeir hafa verið að spara það kannski betur ströttin fyrir en Pandas fattir Rodríguez með 1, það er ekkert fyrir og þetta lítur ekki vel. Nei, þetta er komið í smá brass núna fyrir nei! Vissa þetta svona frá sér. Já, ég held að þetta sé... Þetta er mögulega það sem að sílar þetta mapp fyrir Dusty komnir á matchpoint og allavega 5 ránd eftir. Þetta er löngleið heim. Já, allavega 5 ránd eftir þá fyrir KBO þeir alltaf snúið sér við. Það getur verið erfitt gegn svona liði. Ég myndi segja að Solo gæti bara þess vegna að spara núna. Hópurinn kemur út, hann keyrir hérna í gegn. Eða hvað, hann situr bara í honum. Ég meina, ekkert mikið að gera þarna. Nei, og líka bara, þú ert að gefa þeim 12 rándi ef þú ert að fara að spara og hvað er sparið að fara að gefa þér í lokin. Þeir eru hvort þeir þurfa að fara að kaupa alla leið. Þannig að þetta er svolítið svona dúrdæg hvort sem er hjá þeim, þannig að sparið var kannski ekki einu svona í stöðunni, frekar reyndu. Við sáum líka að þú veist, þetta er svona eiginlega sama sem Rodríguez gerir, nær fyrsta gæjanum og fer sem bara slóvolkar inn í næstu línu. Sömu línuna eiginlega. Þú veist, þú ert með pikið, þú getur ákveðið bara að reyna að bolta, sko. Bolta eða bara í off og láta liðið bakkaði upp, skilur, en brennir sig eiginlega aftur á þessu, sko. Spottar hann að Pítur fæli. Þetta er líka oft svona, þú veist, þú spólar yfir þig, nær einum og verður bara, ég ætla að fara næsta, ég náði einum og ég ætla að vera ennþá stærri, en stundum er þessi ákvörðun það sem að veldur því akkur þetta hrynur, sko. Maður þekkir þetta alveg, verandi kannski, ít á tap, sko, því neðst á skorbortinu og fær kannski svolítið svona, ég þarf að gera meira. Já, akkurat. Nú eru búin að Pandas búin að vefja sig utan Garanzi, Rodríguez og Overkur þarna eftir, Eddi sem kemur út til að aðstoða þetta, þannig að þeir að minnstakosti ná að refsa Pandas þarna. Pítur bara, 2 komnir hérna niður, Mollin kemur hérna út, þeir fara væntanlega bara í B-teiki núna.
stöffa vel, ennþá 2 uppi hins vegar í lobbyinu, bomban, engar hann í gegn. Herðu, það er Í gegnum hvað? Ég veit ekki, en það er info. Það er allavega info, þannig að þeir vita að það er eitt leikmaður hérna uppi. Ég áttum ekki á hvað hann dinkaði hann í gegn. Ég veit ekki heldur, ég held hann er inn í stiff. Þetta er svo skuggan, solo! Óli verður að gera gott hérna, en þetta er bara ekki með lífið í þetta. Hann reynir að finna einhvern annan, veit hann er svolítið fastur hérna í drullunni, en þetta er aftur Rodríguez núna og ég er að spila þetta. Ekki bara, ég er að backslita hann, ég er ekki vel hérna. Ok, hann er að vera svolítið núans núna, það er kannski gæta að vera hjálpandi. Þetta er, eins og ég segi, þú veist, hann er með pikkið, þeir eru 3, þú þarft ekki að taka hennar slag. Ó nei, nei, Þú veist, ó nei. Þetta er það sem ég er að segja, þetta er, svona, já. Þetta var eiginlega á Rodríguezana. Þeir eru 3 og við sáum hann gera þessi mistök svolítið oft í þessu leik. Það sem hann, þú veist, nær pikkinu og fer aftur í einhverja línu. Sáum þetta þegar hann verið secret, nær pikkinu, ákveður að reload og bakka. Þeir heyra reloadið, halda línunni, hann lappar inn í línuna. Þarna er það sama, hann nær 2 ógeðslega vel. Hann þarf ekkert að gera. Hann þarf bara að tökka, þeir eru 3, leyfa honum að fara í plantið og ef hann tekur eitthvað fæt þá bara kemur þetta 3-way crossfire og klárar hann af. Hann svingar út, þú veist, þetta eru mistök sem að megi ekki gerast. Leyfðu næsta tapmanni að gera? Algjörlega, þú veist, KD skiptir ekki máli. Við erum að tala það er bara the results. Roundin skipta máli ef þú ætlar að vinna leik. Ef þú ætlar að vinna móti Dusty, ekki eins og horfa á KD-ið þitt. Vertu frekar með 3-18 eða hvað sem það er ef það siglir inn rándinu. Frekar hann að reyna að hækka KD-ið þitt akkurat þannig. Þetta var alveg svona leiðilegt að horfa á þetta. Skilur þetta var að ég hugsaði bara ég reyndi að stoppa þetta. Ég var alveg ekki kíkja aftur en hann kíkti og og þá skanni þetta fór. Jú, þetta er bara, það er einmitt nákvæmlega eins og nefndir. Það er þessi litlu hlutir. Því KPJ voru ekkert lélegir í þessu leik. Nei, enga veginn. Enga veginn lélegir þegar voru alltaf þessi sömu mistök sem voru að koma aftur KP megin en Dusty voru ekki að gera því. Og þess vegna edgeaði bara annar leik út í rauninni. Þetta var og voru með gott forskot á Dusty til að byrja með en svo kemur Dusty bara hægt og rólega að spila sinn consistent leik og það er bara það sem endar á því að vinna seríuna. En þeir taka þarna kortið af KPJ en stutt pása og við förum þá yfir í overpass eftir það og sjáum hvort að KPJ geti bánsað tilbaka eða hvort að þetta verður léttur 2-0 leikur, ekki fara langt. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getum við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann gerir 24.000. Það getur alveg góð standi. Svo ættir að draga hann. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott maður! Ég sagði flott maður.
Já. Klukkan 2 á mánudag. Klukkan á, takk það. Já, bæ. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskar. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Komnir aftur, við vorum að klára núgleik þar sem að KPJ endur að tapa sínu mappi, gerðu ekki nógu vel, Dusty sigruðu þá á sínum heimavelli, en nú fyrir við yfir á heimavöll Dusty sem að er Overpass, skemmtilegt mapp og gimmickin þar, Leo. Hvað eru helstu svona mikilvægu gimmicki, eða hvað þarf þetta að gera? Þú veist, þetta snýst mjög mikið map control. Algjörlega, þetta er rosalega mikið út af short controlið. Ná því, þetta er eiginlega svona 3 svona mikilvægustu kontrólin. Það er þetta short control connið líka, að vera með con, gott að vera með það og síðan alltaf ná að koma þér út úr playgroundinu. Þú sér oft setja hann að taka aggro, smóka þarna niður, facea inn í fountain og ef þeir komast upp með það, þá eru þeir bara með allt þarna infóði. Og þetta er bara svolítið svona information map. Þú vilt vera með upplýsingar hvar allir leikmennir á mappinu eru, þannig að þú ert konstantli að fiska info og reyna að átta þig á bara hvað terrarnir eru að reyna að gera. Og er svona kannski mest, að mínum að þetta er mest svona dýnamíska mappið af þeim öllum, að því þú ert konstantli að fæta þessi nútrálsvæði að þið eru bara það mikilvæg. Ef þú ert með shortið, þá veistu að CT-arnir er leikri leið með að rotata og færingar í bakið eða þeir taka æð. Ef þú ert með konni, þá getur þú líka dynæja rotatið og veist þú nokkuð við hvernig CT-holdið lítur út, og sama með öfugt, þú veist, þá getur CT-arnir bústað yfir sér niður shortið, endalaust af playum sem koma út frá þessum pósum. Þannig að, mjög dýnamisk mapp og bæði mjög dýnamisk lið líka, þannig að mig grunar að þau eru ekki að fara að gefa þessu svæði auðvöldlega. Nei. Þannig þeir eru að fara að mæta held ég frekar hart í akkurat þetta. Ég hef engar áhyggjur að Dusty verði til staðar en hvort að KPJ geti gert betur með að snúið þessu við einhvern veginn. Af því að ef þeir spila eins og við spiluðu í síðasta leik að þá er Overpass að fara að vera ennþá erfiðara mapp fyrir þá. Já. En við erum tilbúin að fara inn í leik, það er Overpass og við höldum áfram með það hér þar sem að Dusty byrja að terra hliðina og eru hér með ekkert utility. Ég segi þetta án þess að spotta dabbi með smoke og eitt flast, þannig að þetta er bara execute. Nei, það nokkuð. Þeir bara byrja á því að skjóta. Pandas finnur opnin hérna. Edison fellur í konnanum. Ofverkur næstu til að taka mótið, en Rafli kominn í birthday og tilbúin að taka móti ef það kemur eitthvað aggression, en hans kýsa bakka, þeir ætla bara að execute á B. Þeir geta þakka fyrir það. Þeir eru með 3 leikmenn á B-nu, Nonni, Rodríguez og Solo, en strax búið að dinga og er að spila dual fake hérna. Þetta er kannski svolítið extreme fyrir Solo að þeirra að klára þetta. 4 leikmenn lifandi, hugmyndir góð, en executionið allt of erfitt. Algjörlega, þetta hrundi frekar hratt hana. Þetta var líka bara Dusty fljótir að koma eitt inn í rándi líka, sem ég var mjög hrifinn af. Taka þarna Edison í tenginu, fara inn í tengið og síðan bara eiginlega bara beint í kjölfarið taka þetta execute. Yes, og Alveg bankar í öllu hérna. Heyrðu þetta alltaf? Já, það var aðeins að banka en það er alltaf leið. Ég datt? Nei, ég segi svona. En já, Shortmálinn að koma hérna út, aðeins að hægja á tenginu, virðist það að feilað? Jú, það ekki. Jú, lentu von á sillina þarna. Þeir allavega, þeir eru undir rosalega samt challenge sortið en Pandas bara strax farin að refsa þessu Solo næstur, en hann er í erfiðri stöðu núna. Þarf að horfa 180 gráður, beggja megin og grunni. Óli, nær Rafli hérna, gott skot. Ok, álanginu. Og ennþá heldur hann þessu svæði. Edison keyrir hérna, heldur klósitunum og búið að skjóta það út, þannig að hann aðeins búið að minka fyrir hann infóið, en hann er svolítið bara einn á báti þarna. Óli er með bakið hans til aðstoða, en sérðu þetta Tony hægt og rólega, það er eiginlega Solo þarf eiginlega að bakka upp sinn leikmann núna, en Solo Tony kominn inn í baki, tekur hann og núna munum við líklega bara sjá hratt í execute, bara beint í kjölfarið. Nonni sér inn á sætinu. Ofverkur hittir öðru skoti í fjarska. Ok, hann er búinn að finna núna þetta. Þetta var close. Mjög close. Og eftir sem komið til aðstoð hérna sækir upp. Komið AK-inn. Nei, einu næra 2. Nei, núna er þetta Peter á móti Óla. Hann er one shot af skátunum. Skríður hérna undir. Óli, Komið niður. Hann veit að þetta var fake. Já, hann skoður ekki. Peter fellur ekki fyrir þessu, sko. Peter. Sérðu það bara brosir og hristir hausinn bara. Hver heldur þú að ég sé eiginlega? Veistu, þetta er farið að vera svo algengt núna og heyrir bara svona eitt skot upp úr þurru
Það eru svo margir farnir að maska droppið með þessu. Já. Og líka, en á sama tíma, ég skal gefa hana það, að þú ert með skátin upp í heaven, ég meina, hver segir þetta hafi ekki verið spam frá Óla? Já, ég meina þetta hefði geta verið, ég held að mjög margir hefði fallið fyrir þessu, sko. Það hefði ekki margir bara tökkað og þetta, eins og maður segir, Peter knows what's up. Bara þannig. Ég elska líka bara glottið hjá honum. Já. Ekki á mig. Hann vissi alveg bara, herru, þetta var bara, ég er bara 500 IQ, kallar minn. Greinilega, sko. Peislur, það er Rodríguez, hann bara með uppspinn. Hann er með 2 flöss, hann til að supporta hérna og verkur að solo framalega með Digluðar, Nonni líka. Þeir eru bara allir í kringum A-sætið, enginn á B-inu. Það er spurning hvort að þeir lendi í þessu trappi hérna á undan eða ekki. Ekki ætti að býta bara smókinn. Hann fer í gegn. Þetta er, já, sannfærandi massacre hérna. Klárast árin að byrja þér. Já. Það er alveg svolítið leiðilegt þegar að þetta, ég segi ekki að það hafi virkað, þetta er ekki eins og þetta hafi verið stakkað á sætinu, en þið eru að stakka, leikmennir koma allir til ykkar, en þið deyið allir. Það er svona... Já, og Pítalegin var með góða byrjun, 7-0, bara gera góða hluti hérna, en loksins erum við að sjá hérna full buy frá KBJ og þeir vilja væntanlega loka þessi rándi ef þeir geta. Já, bústa með vappan. Fíla þetta, nei! Hann er störtlindur! Þetta var leiðilegt. Þetta munaði líklega bara millisekund að nýtt að taka hann, sko. Án gríns, Pítur næra að snúa sig við. Akkur þegar ofvirkur er blindur og kemur sér í línuna þarna. Já, þetta var, ég átti mikið á hvaðan þetta flash kom. Nei, ég veit ekki hvort þetta hafi verið terraflass eða hvort þetta hafi... Mér þykir það svo ólíklegt nefnilega því það voru 2 komnir á shortið. Þú ert í rauninni bara að flassa albín. Getur verið að það hafi verið flass inn á sætið og hafi bara náð... Ég held að þetta hafi verið sko sætflass frá CT og Óla átti að kíkja með því nema hann bara áta. Sólu með vappa. Já, pekar hann alltaf upp. Jú, held ég að hann var... Heyra hérna úr bandasnöggur, kom inn. Leipur hérna upp. Hann kemst upp með þetta. Rodríguez næra ekki að kofera hann hana. Næra öðrum. Edison kom inn hana. Spilar sig inn í smók hérna. Næra. Þessi greina. Já, þessi greina næst því bara opnaði coverið hans. Ok, Edison. 1-1. Móti Dabbe. Tekur hann að minnstakosti með niður. Er hann með eitthvað util til að... Ég hati þetta ekki að hann sé með 15 HP og þar litið tekur vappan í þessu klötsi. Þetta er svo erfitt. En já, þetta er eiginlega vonlaust. Já, og sér þetta Dabbi píka bara einmitt... Sekundara sem að hann takkar á... Þetta er mjög smart hjá honum. Já, veit líka hann er með vappa. Þannig að, þú veist, hann heyrir hann skópa þarna í Monster og hann hefur aldrei tíma til að... gera bæði. Nei, hann þarf að vera helvítir snöggur ef hann ætlar hann að því. 4-0 fyrir Dusty, ekki góð byrjun hjá KBJ. Þetta var líka óheppilegt af því einhvern veginn kemst Pandas upp með það að hoppa þarna upp á bombsætið og ná Nonna af því Rodríguez er ekki ná að tengja, sko. Já, einmitt. Þetta voru alveg svona góð áttaskot sem hann tók til að drepa Nonna og Rodríguez er að reyna að taka hann út á með. Diglur á KBJ og það hefur bara ekki verið að skila sér. Þeir eru tótið næsta rándi þannig að mega við þessu núna en þetta sem heyrist í honum brenna. Hann er bara um hólan, já. Missklikk örgulega. Ég veit ekki hvort hann ætla að smóka strax á eftir eða ekki. Já, gæti verið. Það var allavega ömulegt að deyja samt sem áður með smók eða utility í hendi. Ofvirkur búinn að spotta hérna Dabba en Dabbi sömuleiðis Ofvirk. Nonni hins vegar með gott skot í hann á Tony greinilega. Sam Rodríguez verður mjög góður í overpass í síðustu viku. Þannig að spurning hvort að hann ná eitthvað að channel inn á það aftur. Bara fylgir því allavega að þurfa þeir á því að halda. Þeir byrja ágætlega svona þegar maður horfir yfir allt borðið en þetta snýst rándinn. Algjörlega. Til að
og bara Dusty verandi í terra hliðinni þá þetta bara svo sterk byrjun. Ég myndi jafnvel segja að 5 round væri ótrúlega að kalla góðan helming. Já, þetta allavega mjög góð byrjun hjá Dusty og líka roundin búin að vera svolítið óhefnileg fyrir KPI þeir töpuðu 2 1v1 sann, eitt Edison á móti Dabbe og síðan Óli á móti Peter. Þetta hefði alveg getað breytt flæðinu á leiknum bara þessi 2 clutch en þeir eru að lenda hins vegar í dag Dusty megin. Já, það þetta góða punktur. Þeir eru búinir að vera nálægt í að vinna en það bara 1v1-in voru Dusty megin. Ja, algjörlega. Peter og svo... Annars verðum við líkilega að sjá fram á, þú veist, 2-2 eða eitthvað þannig. Já, í versta tilfelli. Já. Og þannig að kannski ekki hægt að taka alveg af þeim núna. Þeir eru líka með diglur og þetta eiginlega bara þetta ránd búið en það næsta ránd þar sem við sjáum Bissut að koma inn, Ofvirk aftur væntanlega á vappan og hvort það ná að skila ykkur þar. Edison búinn að vera svolítið óheppinn. Hann alveg með fína tölur en ekki alveg búinn að ná að halda sér á góðum punkti þarna í konnanum eða prósentinu. En hérna sérðu, þeir eru bara ekki hræddir. Þetta það sem að... En hann veit að hann með leikmann á baku sig. Og vonda að þegar þú lendir á móti Dusty svona, þar sem að þeir eru byrjaðir eiginlega að disrespekta þig og þeir eru búin að fylla ekotankin sinn gjörsamlega, það byrjar að vera mjög erfitt að spila á móti því. Þú ert með lítið eko því það verður að labba yfir þig, þeir eru allir úttjúnaðir og þeir eru bara að fara hjóli í þig. Og þú ert að reyna að tengja en þeir eru bara að hitta betur, skilur við. Ég elska þetta analogy, bara ego-tankin. Þegar hann fyllist þá myndast þá mikil þrýsting. Það verður mjög erfitt að eiga við það. Þið líður einhvern veginn eins og að þú getur ekki gert neitt rangt. Nei, einmitt. Og einhvern veginn allt sem þú gerir virkar og sem bara vera ennþá aggressív og ennþá óútreiknanlegri, þannig að playin virkar ennþá frekar, þannig að þetta er einhvern veginn svona snowballar oft í eitthvað svona effekt. Þegar Peter er að brosa í randum 1v1 clutch, það er ekki hættun. Panda skýrir þetta rosalega vel, hann yfirleitt notar túbið til að koma svona smá awkwardly út. Þannig að það tekur þá meira en 1-2 sekundur að drepa þig, þú veist að þú hittir ekki á hausinn og þá kemur rífrækið yfirleitt og hann er svolítið meat shield fyrir þetta lið, finnst mér. Hann er einhvern veginn alltaf fyrstur út, alltaf í einhverjum skrítnum hoppum og sem kemur bara rífrækið og fylgir. Og hann er eiginlega að gera það sem hann á að vera að gera. Hann gerir það vel? Já, algjörlega. En Rodríguez sem kom bara í geggjaða stöðu. Og bakkar. Já. 1v3, Tony, var það ekki hann sem tók hérna lokarándið, 1v3 í Nuke? Held að það hafi verið Tony. Hann fekk þrist en ég man ekki hvort það var 1v3. Jú, þetta var þegar Rodríguez svingaði hurðina, tók sér hann hérna á 2 líka. Held allavega. Held að það hafi verið Tony. Það sko... Já, þannig að við höfum séð þetta áður. Höfum séð þetta áður? Þetta myndi líka brjóta þá svolítið. Já, þetta er þetta virkilega vont. Hann er að spila til að vinna. Ó nei. Tíminn er það eina sem að þeir hafa og hann, sérstaklega það sem hann er ekki að planta, greiðan er góð en á sama tíma veit hann hvað hann er. Ofvirkur hætta núna en... Ok, hann hefur ekki tíma í þetta, hann verður að fara í plantið en þá er shortgæinn komin út. Hann er ekki að tengja, ok. Rodríguez fær hefnd fyrir þessi Nuke clutch. Þeir fá plantið á Dusty, það er nú eina sem að geta þakka fyrir. Þetta hefði verið doable fyrir Tony. Hefði hann stikkað plantið fyrst, þegar hann tók hann plantið, kýtt á shortið, hefði hann komið sem var bara gott play, auðvitað kíkir og hann geti verið nálægt sko, en hefði hann komið á plantið þar, hefði hann verið með miklu meira svigrúm, en þarna fyrir hann í plantið, þeir vita hann verið að stikka, þeir eru bara að hoppa niður og svorma hann sko. Sömulegis hefði hann singlað Ofvirkarna í hefinu þá var hann komið með stað sem hann getur plantað í coveri frá algjörlega. Þetta var heiðarleg tilraun. Algjörlega. Og líka bara þeir mega við þessu. Þeir hafa efnaði að reyna svona ránd en þetta gefur allavega KPI fyrsta rándi sitt og þeir eru á fullu kaupi og þeir verða eiginlega bara að vinna með þessu momentum ef þeir vilja komast aftur inn í þessa seríu. Það er bara ennþá eru 4 ránd fyrir fram á þau til að jafna þetta. Það er bara ennþá langt í burtu og virkur framlega. Þetta er bara þennan opninu. Peter lappar ekki um smókin og finnur Ofvirk upp í birthday. Já, Óli líklegast að fara í aggro línu þarna í Fountain og er refsa fyrir það. Smoke Criminal er bara einu skrifa undan. Og þarna bara pressa sig að setja á móti Nonna. Nonni reynir að neita þessu en hann þarf bara að standa í mólunum. Og þeir eru konið með sæti núna. Hvort að KPI nái að ríteka þetta saman eða ekki.
Mér sýnist Dusty vilja vera aggressiv. Já, þeir eru að reyna að denæja að þeir komist hérna nálægt en þetta er eiginlega bara orðið mjög erfitt retake fyrir KBJ. Það ætti kannski bara að fara íhuga að halda hérna en sjáum hvað þeir gera. Gott flash hérna, Dusty 2, 3, 4, nei, Rafli tekur einn hana. Samt gullfallegt spray á honum hérna, hann heldur líka bara pressunni saman. Smá glott á að vel verðskuldað. 7 kills á honum, Peter með 10. Sástu líka flashið leið og hann svingar út banka og poppar flash fyrir aftan Panda svo steyra fyrsta gæðin sem kemur hann út. Átti ekki séns í þetta pík. 6 round KBJ tekur timeout og það er kaup á baki þeirra eða hvað Edison og Rodríguez, jú, mér finnst ekkert ólíklegt að þeir kaupi bara hérna og reyni að svona, því að serien er bara farin og langt frá þeim annars. Já, þetta er orðið alveg brekka fyrir KBJ núna. Þú vilt nefnilega ekkert vera að, sko, ef þú ert að spara núna til að eiga betra kaup, hvað er það að fara að skila þér? Því að þú ert með leikmenn sem geta skilað inn þessum fröggum, en líka það er svo erfitt að ná tilbaka eftir að kemur á terrahliðina í overpass. Já. Þannig að þú vilt eiginlega að minnstakosti fara með 4 round eða meira ef þú ræður við það. Þannig að þeir vita það held ég bara núna, þetta er svolítið bara, það er ekki það að þessi ekki að hitta. Það er eitthvað, hvað var það, dynamicið, retakeinn eða bara holdinn sem að þarf að breytast hjá þeim núna. Já. Þeir geta að spila hægari leik þegar þeir fara yfir á terrahliðina en... Mér finnst líka oft vera bara, þú veist, liðið sem er að spila móti Dusty líta bara alltaf frekar illa út. Það er held ég tengist í bara hversu vel Dusty spilar og hvað eru góðir í að brjóta barnir. Þá einhvern veginn er maður oft svona kannski auðvelt að horfa akkurat fyrir okkur á að KBJ er ekki að gera nógu vel. Það er einhvern veginn bara held ég hvernig Dusty er að mæta til leik sem bara gjörsamlega sprengir vörnina hjá KBJ. Það er kannski bara, þetta er bara það sem þeir vinna með, að gera lítið úr. Já, einhvern veginn líta margir bara út fyrir að vera akkurat amateurs þegar þeir eru á móti svona öflugu liði. Þetta er sem Bakkar, bestu skimsin, nýtt angul, þetta er það sem við hefum viljað sjá frá Rodríguez í fyrir, sko. Í rauninni, þú veist, það er þetta pick og back, skilur við. Þú þarft ekki endilega að þú vilt fá re-advantage-in aftur. Þú varst með advantage í píkunu fyrst, en síðan ert ekkert með það lengur þegar allir vita að þeir, sko. Og veit væntanlega einum close-ina, hann er bara með fyrir hína línuna. Já, Óli hins vegar með coverið, gerir vel hérna, fer í pickið. Þeir ná 3 hérna saman, 4. Okay. Og núna er þetta Dabbe komið mann í bakið. Þetta var fullkomið. Og þetta er það sem við hefum verið að sjá Óla og Edda gera rosalega vel saman. Það er þetta flass inn í angulinn og taka skotin, skilju. Þeir hafa verið að gera það í síðustu leikum nokkuð vel. Já. Og líka bara hann að repositiona constantly þegar hann er að taka sér fæta, hann Eddi, með Óla sem backupið sitt. Og það er, þú veist, þeir tveir eru að spila á svo háu leveli saman og eru að vinna þessa fæta og í rauninni er þetta bara það sama og við þurfum að sjá frá hinum 3 sem að eru á hinu sætum. Já, að þeir þurfa að vera að spila þetta svona. Þetta er akkurat algjörlega og Edison þarna, hann er ekki stöðu til að bakka hennu sæt, þarna þetta snýst eiginlega meira bara að halda sér lífandi eða ná eins mörgum og getur áður með fellur. Algjörlega. En hann er allavega með backup. Rodríguez finnur Tony í spamandíkinu smókið en já, ég meina að byrja vel og núna, en þeir eru búin að missa allt markkontróli svo sem hjá KBJ og þeir að sækja það aftur núna á closetinu en þannig að það þýðir bara ef að Dusty ákveða að róteita þá er svo mikið óvissa fyrir KBJ en þeir geta vonast þess að þetta endi allavega á B, þeir eru mjög tilbúinir fyrir því, eru 4 staðsettir á B-inu núna. Ofvirkur er vísu að róteita yfir á A, reyna að finna eitthvað frýtt hérna, Rafli bústar, reyna að spotta manni sem spilar súluna. Þeir eru bara 2 allan close í Monster, annars Móka kemur hérna út og mjög bara yfirvegað hjá terliðinu Dusty akkurat núna. Þeir eru bara gá hvort það sé eitthvað að frétta, hvort þeir ná einhverjum auðvöldlega. En ekki endalaust tími, 40 sekundur og þetta virðist ætla að vera bara B-execute. Hvað eru þeir? 4 mættir eða? Er einn í heaven? Jú, hann er í heaven. Þeir eru 4. Já. Og þetta eiga er að vinna. Sérðu stökkið
Solo hins vegar risastóri hérna. Munaði litlu. Já, hann steig verulega upp í þessu af því þetta, Solo var með hvað, 3 eða 4? 4 held ég. Allavega 3. Já. Þeir eru 4 á sætinu og þetta finn næstu í frá þeim. Nei, þetta er þetta pík hérna hjá Panda sem kemur úr túbunni sem að gjörsamlega, þú veist, eyðileggur alltaf fyrsta, hann stekkur hérna yfir og hann reynir einhvern veginn að draga eftir honum og sama með Nonna hérna í vatninu, hann svona byrjar að spreyja og reyna að draga yfir og þannig að þetta leit mjög illa út þarna í smástund ára hann að Solo bara setur á sig hetjuhattinn og bjargar rándinu fyrir þá. Men það er allavega, sko, 3 ránd, þetta er strax bara að líta betur. Algjörlega, og peningurinn ekki góður hjá Dusty núna. Nei. Þetta er stefnir í bara ágætisleik ef að KB ná að stíga upp hérna, Bústa koma hérna yfir. Eitthvað planta þarna fyrir. Eitthvað helvitis planta þarna. En, já, einmitt, ef þeir vinna þetta ránd, þá er þetta allt í hennu fara að líta svolítið vel út fyrir KB. Já, þá eru þeir allavega inn í þessu. Þetta er mjög mikilvægt ránd þegar maður horfir á efnahaginn allavega. Ofvirkur, bara þeir ætla að vera aggressífur hérna í hlem, sækja það. Nonni er rosalega mikið í þessar stöðu, ég held að Rafli viti það eða ekki. Oh my god, skugginn gefur honum advantage. Mér finnst ég sjá Nonna mjög mikið þarna. Þetta er svona, nánast orðið þannig að það þarf að vera bara að kalla þessu spósu og hann er í Nonna. En Rafli komin í rosalega aggróstöðu, hvort hann klýrir Rafli hérna. Rafli bara snekri. Klerar hann en Rafli hittir höfuðinu og þetta er þetta í burti frá þeim Ofvirkur og Rodríguez. Ég ætla að sé ekki fram á að Ofvirkur reyni nema kannski að cancela plantinu. Óli hins vegar nær einum. Komið Tony hérna nálægt sér. Ég held að þetta stefnir bara í spar og þarna er hann ekki vitlaust í þessari stöðu. Tony heyrir þetta. Tony ætti ekki að kóla að þetta sé spar og... Þeir eru ekki að henda eins og þeir eru með economyið í það. Þannig að þeir líklegast ætla bara að vera rólegir. En þetta er, þú veist, þetta er svo athyglisvert hold frá A-inu. Þú veist, meitt framalega í 5-unni. Gæinn sem er inn á hann, Nonni, hann er bara tökkaður. Já. Við erum að tala um að Rafli lappar einn. Hann lappar einn alveg að Optimus og það er enginn búinn að spotta hann. Já, nefnilega. Þú veist, ef þú ert einninn og sætur, hann verður í það minnsta að vera jump píka. Af því hvað ætlar að gera þegar voru allir 4? Sætið er fallið svona. Það bara hrynur leið. Þetta er rosalega eins og, af því að þú getur verið að jump píka fyrir, eða bara halda. Bara fyrir infóð, þeir koma bara stöffa, tefja, skilur en hann ákveður að fara í tökkið þarna og brennir sig gjörsamlega á því. Randi í rauninni hrýnur svolítið út frá þessi eina tökki. Þú getur ekki sagt þeir eru að fara á A, þú getur bara sagt þeir eru á A. Já, A er fallið, basically, og þú hefur engan tíma til að rotate. Nei, einmitt. Þannig að þetta er svolítið... Svona tökkstöður, one and dones, virka eiginlega bara ef einhver er að selja það. Já, einmitt. Þú þarft einhvern til að selja þetta fyrir þig eða í það minnsta að vera að flassa hann og getur píkað út úr engulun og tekið það. En akkurat að fara í þetta tökk og þú ert eini gæinn inn á sæt. Rafli klíra bara öll hornin. Hann fór bara að klíraði allt, skilur við. Og þú veist, vissulega hefði Nonni alveg geta unnið þennan fæt. En ef að rífrækki er þarna, þá hefði hann bara dáið og það hefði líka verið fallið. Einmitt. Þannig að það er ekkert winning úr þessari pósu, sko. Þetta er bara tapa ránd í rauninni. 3 ránd fyrir KPU og þeir kaupa niður núna Nonni og Famas og þetta, ég meina, Ofvirkur er búinn að vera að sýna mjög góða takt á vappanum. Ég ætla ekki að segja að hann þurfa að fara að gera meira, en það er meira bara, þeir mega ekki missa markkontrollu. Nei, þetta er líka bara svona væg mistök sem ég finnst KPU alltaf verið að gera. Svona pínur reynsluleysi sem á ekki að vera í svona öflugu liði, eða fattar við. Þetta er einhvern veginn svona, bara svona fundamentals sem er einhvern veginn að ekki alveg að lenda. Rafli finnur 2 hérna sem að keyra bara á... Hann er ennþá að stakka hérna í entry-frag statsánu sína, kallinn. Júss, bara... Hann er að koma miklu öflugri inn sem entry í terren í bjóstið. Þú veist, hann er bara á akkánum og er bara búinn að vera opna, sko. Komnir á shortið 3 hérna. Rodríguez svingar á línuna, nær einum. Dugir ekki til, Rafli komin í vatni með 3. sinn og Nonni einn eftir. Spara vappan. Já. Spara vappan segi, var ekki vappin? Nei, en hann þarf að spara allavega koltinn sinn. Hvar fellur Ofvirkur? Held ég að væri með hann í 5-unni, kannski einhver sem hefur pikkað hann upp geta verið Rafli, en
Já, þetta bara spar og þetta 8. raundi fyrir Dusty í Terr í sínum mappiki. Þetta erfið leið fyrir KPO afturinn í seríuna. Já, þetta eiginlega orðið mjög erfitt. Dusty líka bara líta rosalega vel út í dag. Jú. Þeir eru bara öflugir og allir einhvern veginn að performa. Kannski Dabbi minnst áberandi í þessum leikjum, en hann hefur bara faktist ekki þurft að gera mikið. Hann með 5 fellur á sig sjálfan. Hann er bara coasting. Hinn eru að fara þarna á undan honum og hann er svolítið bara að fylgja sem 4.50 og það er bara allt dögt á hann kemur inn. Já, akkurat, hann er ekki að þurfa að gera neitt. Hann er bara það er ekki búið að koma að honum endilega. Af því að þeir fremstu mennirnir, þeir eru bara búnir að klára þetta áður en þetta fer þangað. En stefnir í allavega B hérna með bombuna, þeir eru aðeins hægir síðist Anders ekki alltaf að keyra þetta, hann tekur shortið, eða allavega tilbúin að taka shortið, enginn að challengea það eða contesta það frá KPO. Koma hérna hratt, alltaf er að fara shortið, alltaf eru og virkur á það eru búin að isolata hann efst í dröppunum og hann veit það að það nær einum eins og það nær öðrum. Nei, ok, kemst ekki upp með þetta, Peter tekur hann út. Peter líka bara veit þetta, hann veit að ofverkur bara neyðist til að fara með niður. Já, að því það er búið að isolata hann efst upp í dröppunum sem ég fíla ógeðslega mikið. Stöffa, neyðan efst, þannig eitthvað kemur í playground og skýtur hann í hnakkan. Óli veit það og veit að hann verður að taka fætinn. Og Rafli er bara stekkur í þetta leið og hann fær infóð þarna. Bara flýgur hann í þetta. Rodríguezson og Nonni þeir eftir. Þetta er eiginlega bara... Nær einum, en nú er þetta 2 og 3 retake inn á A1. Rafli komið með A-sætið líka. Já. Og heldur því bara hinn komið bara hlaupandi á eftir með bombuna. Þau eru ekki að klera neitt. Ég er ekki frá því að Rafli er bara búinn að vera meirinn á A-inu heldur en sér hérna. Hann einhvern veginn er alltaf þarna í hóttinu. Væntanlega að reyna á þetta síðasta rándi í þessum helming. Þetta er svo sem ekkert alveg, þau geta alveg gert úr þessu. Rodríguez gerar ekki alla leiðir á ruslatununa en á sama tíma kemur Peter líka bara... Nonni er komin í baki. Nætt 5! Ok, Nonni, möguleiki að það gerir eitthvað gott úr þessu dingið. Og AK, þá hefði þetta skilað sér en dingar hann, það er ekki nóg. Dabbi fær sitt highlight í lokin og tryggir þeim 1 heilt ránd í viðbót. Þetta er annar klötsi hjá Dabbi með þess. Tók annar klötsi líka á móti Edison áðan. Jú, á móti Edison. Hann er í rauninni búinn að vera svo þannig 7-5, þá er hann samt búinn að vera nokkuð atkvæða mikið líka. Búinn að vinna 2 ránd einmitt, bara 1 og sér einmitt í klötsunum. En já, þá förum við yfir á Terrarliðina og KPJ. Þeir, ég menna, sko, eru þeir að búast við overpass í þessu vídeo þegar það fer strax, er eitthvað sem þeir eru með hérna tilbúið fyrir okkur? Eða er þetta bara dauður leikur? Þeir voru nokkuð góður á móti SUS í overpass, en þetta er vissulega stærri biti í dag. Þeir eru aggressífur hérna og Dusty bara strax í byrjun. Keyra 2 af vísum bara, en ná að taka líka báða. Líka bara fallið. Og Pandas. Já. Þetta er sem neina reynir þetta. Og gerir vel. Ok. Peter, hann er á bara réttum tíma. Já, akkurat. Og bara, já, þetta er orðið... Ansið mikið bara Dusty story hérna í dag. Þeir eru búin að vera virkilega öflugir gegn KPJ. Þeir er allavega að stilla sér vel upp fyrir leikina framöndan. Ég meina að þeir eru ekkert búin að líta illa út í þessu sísoni hjá okkur. Það er bara þessi... Eini leikur eiginlega sem að þeir einhvern veginn mistuð frá sér. Það var bara flúk. Já, það er alveg hægt að færa rauk fyrir því. Flúk eða hvort að Hyper hafi bara verið god mode. Það voru bara allir veikir á Dusty. Mér skilst það að hafi verið talað við, þá er ekki sem svo opnunina gegn Rafli. En skilst það að hafi verið talað við Dusty eftir þetta og þá einhvern veginn var orðið þannig að þeir sögðu bara við vorum bara ekkert að hitta gegn Hyper og þannig einhvern veginn virtist þeir bara vera... Þeir vita Peter er búinn að spotta hann í gegnum smókin en hann nær samt einum úr svo mjög... Allt rótið er komin inn, alltaf er að snúa við, þau snúa við! Þetta er rétta kallið akkurat núna, hverjir eru að fara að vera undan? Það er Dabbi að loka á þetta, hann er með 1 smók. Þeir stoppa bara í jökla byssum, skipta hérna, þannig að
þá kemur smókurinn á short. Þeir eru bara búin að hægja á sér. Einhver vafasemdir hérna hjá kólinu, en Dabbi var að vísu komin en samt, þetta var rétt að kólið. En hægja á sér, ætla bara að hitta aftur á A-sætið. Og sér bara að Dusty að gambla rétt hérna. Komnir 2 inn á æð. Flass frá Edison með byssuna, notar hina mennina sem peð inn á sætið. Það gæti bara verið góð opnun sem að opnun hjá Rodríguez þarna. Og Edison þarf bara að vinna þetta 1v1 og þar á eftir annað en Pandas tryggir hérna fyrir og 11. rándið með Famasinum. Og bara, já, þetta er mjög þurrleikur hjá KPJ og ég ætla ekki að segja að það sé einungis út af því að Dusty að spila vel. Það vantar eitthvað allavega í terrarliðina hjá KPJ líka núna. Já, þetta er, já, ég veit ekki hvað að segja, sko. Nei. Og hvað bara... Þetta er svolítið jafnt á milli allra hjá KPJ líka. Já, voru nokkur randarnir í byrjun sem fóru svolítið Dusty megin og síðan eftir það er þetta bara búið að vera mjög sannfærandi ránd fyrir Dusty. Rodríguez, búinn að stíga svolítið upp í þessum leik. Já, komin í entry rólið en nú aftur, er það nóg? Ég meina þeir eru bara að finna það bara önnu treyt svo meðan. Algjörlega. Bara strax hérna, jafnar þetta aftur niður. Næra komið sér í burtu og fer bara aftur allaveginn á A-sætið, sennilega þar til að sjá restina. Þeir séu strax á longi reyndar. Þannig að hann ætlar að sækja eitthvað info þar, ofvirkuð hvort að hann sé að lesa þetta, allavega framalegur núna. Og eitthvað eru þeir í ásendum hérna, sækja einn leikmann inn á Tony til að tryggja klósettinn og nú eru þeir bara að fara að stangast hérna í klósettinn og ofvirkuð einu skrif á undan Rafli, það skila sig þarna. Þeir ætla að fara út frá þessu, þeir eru komni núna með bombin og einn auka leikmann. Mér sýndist Óli að hafa stoppað alltaf til að skrifa eitthvað. Lesinn. Já, tekinn gamli. Tekinn. Reyna að fara með eitthvað sigur úr þessu fyrir. En þetta er rétt að kálið núna. Það er einn leikmaður. Tony, hann er að vísu akkeri, við erum búin að nefna það áður, búin að ná að gera helling úr þessu. Hér kemur utilitið inn og hann sækir einn áður en hann kemur til næsta kill. Nær ekki, nær hins vegar að sleppa lifandi einhvern veginn. Vá. Heldur sig í 3-3 og heldur einmitt þessu svæði með restin brótið. Hérna komið í, hvað eru báður að koma upp að meginn. Þeir eru að reyna bara þetta. Úff, Pandas. Eru þeir bústaðir fyrir bókina? Já. Ég fíla þetta. Ég hati þetta ekki. Reynið eitthvað nýtt. Rodríguez og Nonni. Skila sér þarna. Hann heldur bústinu. Það er stein. Nei. Ok, já. Einhvern veginn bara ekkert að ganga upp. Nei. KPJ því miður. Já, hvað að segja? Þetta er sennilega bara 2-0 leikur fyrir Dusty. Ég sé ekki, þetta er allt og löng leið fyrir KPJ. Nei, og líka bara með það sem við erum búin að sjá í þessum rándum frá KPJ þá einhvern veginn er þetta comeback ekki held ég að fara að gera, sko. Dusty eru alltaf með svör, leið og fyrir eitthvað að líta vel út. Við erum búin að segja að Rodríguez reynda með því hín á opnun hérna, en það er bara aldrei nóg. Það vantar meira og meira er bara ekki eitthvað sem að KPJ eru að bjóða okkur. Nei, Peter komir hérna með X líka í tengið. Getur verið svolítið erfitt að komast fram hjá því. Já, Rodríguez eins og hann er að finna þessu opnanir. Já, ég segi það. Nær tveimur, nær að þriðja, nær Rodríguez treytar það. Svo leiðilegt að Rodríguez sé að eiga einasta flash en þetta er aftan Rafli og hann er ekki að tengja. Já, og þá er þetta bara Nonni 1-3. Nær hann að búa til eitthvað hérna. Dabbi býst ekki við honum. Jú, núna Dabbi er að horfa, tekur hann út og þá er þessum leik lokið. 13-3 sigur fyrir Dusty í overpass. 2-0 fyrir serían og já, þessi leikur var bara búinn að hann byrjaði eiginlega. Þetta bara, þeir héldu bara áfram eftir lokin og núk. Já, það voru bara þessi 2 clutch round sem að koma en að frekar snemma fyrir
Dusty sem að þau unnu og það hefði mögulega náð eitthvað aðeins að þrengja hennar leik en með það sem vorum að sjá þá var bara Dusty með þetta í vasanum eiginlega allan tíman sko. Jú, ég sá ekki hvernig þeir gátu snúið þessu við á neinu tímapunkti. Ég meina þeir þurftu að samfæra mig en ég bara held að þeir hafi bara jafnlítil svör og ég. Já, við sáum ekkert þetta var held ég bara gæðamunur á milli leikmanna bara þeir voru alltaf upplögir hérna hjá Dusty og KPJ voru með engin svör til að díla við allavega í dag voru bara klálega betra liði í dag Dusty og yfir höfuð örgla, ég meina Dusty er búin að vera það samfærandi í gegnum tíðina Við líðum bara næstu eins og sem í jarða fyrir hérna sko. Þetta var þú veist, það var einhver trú hjá mér komandi inn í þennan leik miðað við hvernig KPJ var í seinustu viku, ég var svona þeir eru að fara að gera þetta spennandi þú veist, nú var alveg spennandi en það voru þessi mistök sem komu hér og þar sem að gerðu þetta, hvað var það, 13-7 eða eitthvað hefði getið verið þrengra, þú veist, það hefði getið verið 13-10, 13-11, jafnvel, þú veist, í einhverjum heimi hefði þetta verið fullkomlega spilað hjá KPJ sem þeir voru bara svona áberandi mistökin sem KPJ var að gera og sem að, þú veist það er leiðilegt að, þú veist, þeir eftir að horfa á hana núkleik og vera bara svona, við sjáum hvað gerðist þarna, skilur við. Hins vegar í overpass var þetta miklu minna eitthvað svona lítil mistök, það var bara lest vera að keyra yfir það, skilur við. Og þeir voru með engin svör fyrir því. Þannig er ekkert svo sem hægt að kenna KPJ eitthvað mikið þetta, bara í overpass var bara Dusty allt og stór biti. En í núk var þetta alveg doable. Það var doable, það voru þessi mistök sem voru svona að skemma smá fyrir KPJ. Og við tölum KPJ verandi þriðja síti þegar við byrjum þessa deild þá eru þeir, við búumst miklu meira frá þeim, en þeir eru bara ekki búin að vera þriðja sítið út af Nei, ég meina þeir eiga bara 1 leik eftir og eru bara búin að vinna 2. Og þeir eiga sögu næst og Saga eru búin að vera að performa aðeins betur en þeir í gegnum tímabilið. Þannig að ef þeir vinna ekki þennan söguleik þá erum við að sjá fram á mögulega bara fallsæti fyrir KPJ. Það er galið, við erum að tala Edison og Ofvirk, báða. Já, og Óli að falla með 2 tímabilir sem ógeðslega skrítið að segja því Óli er bara að spila vel, skilur við, en kannski er þetta bara the curse og það verður enginn þóra að peka Óla í liðið sem aftur fyrir alltaf bara að falla ekki það er ekki tækt að kenna Óla neitt hann er búin að vera að spila mjög vel en já, þetta er bara mjög skrítið að taka inn Óla Ofvirk og VJ, þú veist, skiptinn og Óli sem að spila vel en einhvern veginn er bara ekkert að ganga upp. Þetta er mjög sérstakt. Maður sé líka alveg sko, þú veist að þó setja kannski með bara gæða leikmenn í sinni stöðu saman, þá er það ekkert alltaf resepíði sem að vantar. Stundum er eitthvað sem að vantar milli leikmenn. Ég nota rosalega mikið faceline sem var með Leeds daginn sem dæmi. Klikkaði rendirfrækka sem við vorum með og var að skilja tölum en það var bara eitthvað sem vantaði. Það er að vísu miklu fleiri vandamál í gangi hjá núna en stundum er bara eitthvað sem að klikkar ekki og það getur verið að sé bara eitthvað hjá þeim. Það sem ég held að þetta sé og núna er ég að spekulata hart. Rodríguez er þetta geggjaður hérna í seitinleiknum og flottur í overpass var hann á entry á honum og ég var ánægður með það. Þú veist, hann var að stíga vel þarna upp og sá þetta aftur í overpass hvort að hann sé bara eitthvað uncomfortable í núk geti verið, aðeins flóknar á mapp líka en þarna, ég held að þetta sé tengt því að þú veist, þú ert með Nonna Solo og Solo var þetta geggjaður í núk en historically erum við að sjá nokkurn veginn Edison Óla leiða þú veist, alla fætana, allt þetta sem að gerir leikinn auðveldari er hann að leiða svolítið þeir tveir síðan eftir með Rodríguez, Nonna og Solo sem er yfirleitt 3, 4, 5 eða svona give or take inn í fætana og þeir eiga að vera að fragga miklu meira. Þú veist, ef við erum að horfa á Edison sem er entry-in og alltaf fyrstur í fætana og ef þú ert í jöfnum leika entry-in sé alltaf toppfragging, skilur, það er mjög sérstakt og þá eiga hinnir að vera að taka upp slakkan og vera að performa betur og þá bara hefur maður svona áhuga, þú veist, hvort að heildar dýnamíkin af leikmönnunum sem er í liðinu er eitthvað off, hvort að þetta sé ómikið af svipuðum leikmönnum eða hvað það er, en það er eitthvað off í dýnamíkinni held ég núna hjá KPJ og þeir þurfa líklegast eitthvað annarkvort
að fara að fiffa bara hvað hver og einn á að vera að gera og hvern, eða þú veist, finna einhverja lausn á hvað í gangi að hana. Það gæti verið að shuffla leikmönnum, það gæti alveg bara verið að það þurfi líka, sko. Ég ætla að segja að það getur líka verið bara svo lítið sem að breyta stöðu, kannski bara, ég ætla aldrei að segja og setja einhvern annan í akkeri stöðu í staði fyrir til dæmis Tony, en ég meina við erum heldur ekki að tala það lið. En það getur verið svo litli hlutir en að bara breyta og færa mann í þessa stöðu og það kannski, hver kannski mesti vocal playerinn hjá ok, það er að segja svo svolítið sjálft, það er ekki bara ofvirkur. Hann sennilega mest vocal player. Alveg 100%, þannig eða kannski solo. Þú vilt hafa þennan leikmann á stað þar sem að þú færð rosalega mikið info eða map control. Og ofvirkur í Nuke kannski ekki, hann með útisveið. Það enda gríðilega mikið info sem hann fær þar. En þar ertu með svo mikið að smóku sem að útiloka allt, þannig að þá verður að vera að fá infoið með þínum aukamönnum. Já, þannig að ég veit ekki alveg hvernig KPO vill tækla þetta og hvað þeir taka út úr þessu, þeir kannski finna betur fyrir því hvað að fara úrskeiðis hjá sér, bara út frá commonum og þannig. En öllu líkitum þurfa að eitthvað svona aðeins að taka overview. Alveg 100%, taka svona overview og sjá hvað er að frétta, hvort þeir geti gert þetta eitthvað aðeins meira consistent niðurstöðuna þeirra. Eða þú veist, þetta tengist eiginlega held ég meira upp á það, smá consistency í þeirra result, sko. En við förum yfir í Dusty, þeir taka bara leikinn og flottur leikur á þeim, kom okkur ekkert á óvart hvað varðar performance á þeim. Nei, ég sjálfsög ekki, þeir bara voru geggjaðir, ógeðslega flottir, MVP. Hver var geggjastur, ætlaði ég að segja? Rafli bara upp á 10 einmitt. Já, ég held að hann var ná öllum þessum entryum í Nuke var fragga og mjög vel alltaf að taka pikki í ramp og síðan var komin út að taka annar pikk og var svolítið þar og síðan náttúrulega í overpass var hann bara entry á milljón á akkanum, ná A-sætina þarna gegn honna, þú veist, var oft bara komin lengst inn á æð, bara endalaust af territory, þannig að já, ég myndi örugglega gefa Rafli MVP. Ég held að það sé bara, mjög solid MVP, hann leika bara, þú veist, þetta voru líka bara impact kill í honum og ennþá að bæta í opnarnir sínar, ég held að það sem örugglega bara bestu opnarnar ef við horfum yfir. Hann held ég efstur, jú, ég held að hann sé efstur í deildinni með opnarnir. Eftir að fá aðeins fleiri stöðs við getum skoðað kannski seinna, en einmitt við sáum það bara, hann var langt yfir Edison til dæmis og Edison pure entry fragger. Já, hann var nummer 2 eða ekki, held ég. Ég veit ekki hvort hann var nummer 2, við vitum bara startana þeirra tveggja voru bara gigantískir. Þurftum að hérna fara að skoða þá í öllum hinum liðunum en svona miðað við að þetta eru ég myndi halda að þeir væri svona allavega í toppnum. Ég myndi halda að Rafli væri alveg arguably nummer 1. Það er erfitt með við tölurnar sem við vorum að sjá þar, sko. En allavega í næstu viku þá erum við að fara að sjá Dusty. Þar næstu viku? Nei, Dusty og Saga er næstu. Dusty og Saga, jú. Já, það var Hyper-leikurinn sem var færður yfir í þar næstu viku. Akkurat, en það er leikurinn upp á toppinn á riðlunum. Risastór leikur, ég held að allir vilja sjá hvernig sá leikur fer. Ég held að. Og náttúrulega bara, þú veist, jafnvel út að Dusty búin að tapa á móti Hyper, þá í rauninu skiptir það engu máli upp að það er innbyrðis sem gerir munin, þannig að þá myndi ef Dusty vinnur Vega í næstu viku, þá eru þeir bara nummer 1, ef Vega vinnur, þá eru þeir bara tablausir í nummer 1 og risastór leikur, KPO þar sögu, þannig að þeir verða að vinna. Það er bara það er spurning, getum við fengið stigatöfluna upp hjá okkur? Já, kannski fáum hana upp. Bara svona alveg í lokin, mér langar bara svona rétt að sjá bara hvernig þetta lítur út. Ok, Saga er bara safe, við getum gefið okkur það. Já. Þú veist, það er bara nokkuð gefið að þeir eru bara komnir inn, SUS arguably líka, KPO verður bara að vinna leik. Það er bara, þeir verða að gera það og sama með Hyper og Þór. Og eiginlega í líka, þeir vilja ekki vera í, þú veist, þeir verið bara beint niður, sko. Þannig að, já, þetta verður mjög spennandi næsta 2 vikur, af því að Hyper tekur þar næstu vikuna. Þetta er juicy endir, sko. Þetta er það getur svo mikið breyst þarna í botninum. Og ég bara hlakka mjög mikið til að horfa á hann Dusty Vega-leik, sko. Já. Það verður sjó, en ég held að það sé tími til að loka þessu sjói. Hleypa fólkinu heim. Já, hleypa fólkinu heim, hleypa ykkur í leik. Ég veit að allir að kreifa það núna eftir svona góða seríu. Eða allavega hvernig maður á ekki að spila kannski. Jú, whatever. Við allavega ætlum að þakka kærlega fyrir okkur í kvöld og Dusty bara til hamingju með sigurinn. Rafli, MVP, en við þökkum kærlega fyrir okkur og það er í næstu viku þar sem við sjáum Dusty á móti Vega. En þangað til þá segjum við gott kvöld.